Hallo, ik heet Casper.
Já, komið blessuð og sæl og velkomin í stórmeistaramót ljósleiðarans árið 2025. Það úrslita kvöldina hjá okkur niðri í arena og það tilefni til fagnaðar. Ég heiti Tommi og með mér eins og svona yfirleitt allavega, þá Jói en það sérstakur gestur. Það kannski geitin, hann Þorsteinn F. Þór, velkomin! Sælir, gott að vera hérna. Já, takk fyrir að koma. Já, og Þetta algjör stórveisla að fara á stað núna. Það var náttúrulega einn Þórsara að ráðast inn með Bjarni kom með boomboxinn og deyja fyrir klúbbinn lagið. Já. Alveg stemning í húsinu sko, alltaf stemning kringum hann. Ja, hann bara stemningsmaður, mætir alltaf með, bara teymi með sér og bara góðar styrkingar þarna frá norðan. Algjörlega. Það gaman á hann og við erum með smá trikk upp að við getum ekki ná spjalli við hann í dag. Það væri helviti gaman. Það væri cool. Við erum búin að uppgreita vel útsendingar núna. Steini, oftar en ekki þá ert þú í þessum úrslitaleik. Já. Núna situr hérna, hvernig svona stemningin? Þú ert náttúrulega að fljúga út bara fljótlega. Einmitt, það bara geggjað að vera hérna. Það alltaf gaman á stórmeistaramótinu og bara heiðar að vera í settinu sko. Venjulegri ég mitt hinum meginn sko, þannig að gaman að vera hérna með núna sko. Kemur yfir lítið viðtal. En já, við skulum ekki gleyma því líka að við erum með helling af dóti til að gefa frá okkur aðalstyrktaraðilum. Það mjólk, Red Bull, það Lenovo dót og já, kannski ef þau eru heppnir þá gætu labbað heim með 240 Hz skjá. Það ekki minna. Það geðvikt. Það er mjög cool að koma inn í dag og labba út með 240 Hz skjá bara eitthvað. Hvað með? Já, ég vann þetta. Og ekki meira heldur en ára? Það er bara endalaust að einhverjum, það er alvöru svakif og músamóttur og... Já, það var verið að raða í pókana áðan og gólfið hérna var bara útfullt af einhverjum bleikum pókum. Skins. Já, skins, gefins. Væri alveg til í að uppgreita aðeins inventorið mitt, við ekki hana? Same. Skins er líka bróðir fjárfesting sko, þetta er svo að gefa einhverju bitcoins. Ég veit það. Hækkar bara. Já, ég kíkti að gera pick'ems, Major náttúrulega að byrja fljótlega og ég var að kíkja svona upp á fönni, tjekka hvað var búið að hækka og hvað var búið að lækka. Það allt búið að hækka. Allt búið að hækka. Það hækkar alltaf. Ótrúlegt ekonomi. Já, þetta ef maður hefði bara aldrei selt í gamla daga. Ef maður hefði bara haldið í skinni sína, þá væri maður ríkur núna sko. Nú á ég einn vin sem með default account sinn og hann með 4 Katowice stickers á því. Það geggjað að fá þá droppað. En já, eitt sem okkur fannst reynda gaman og Jói náttúrulega tók til sitt sem einsdæmi, það var þessi Greatest of All Time Iceland Edition í CSGO og svona hvar Þorsteinn F. að fara að ranka upp í því að þú var svona iffi á hvort hann væri með tilkall. Mér finnst bara nei. Mér finnst bara alltaf gaman að pæla í þessu tóldi mikið og með skjalið mitt þar sem ég er búin að safna saman sigurvegurunum af öllum lönum og úrslitaleikjum eins og hérna sem eru svona sviði og það sem við köllum LAN og varum mitt bara uppfæra skjalið núna, maður búin að gleyma aðeins hvernig það verið, við vorum með alltaf úrslit hérna í húsinu fyrir í haust, þannig að deildin endaði í úrslitum, en til þess bætti því hérna og við búin að telja þetta og þetta var þannig eins og þessi áður en að þegar þú spurðið mig fyrst, þá var þetta þannig að Þorsteinn og Dettind voru jafnir á þessi titlum, við köllum bara titlari á annarkvort LAN-mót, svona stór landmóti eins og HR og Tuttin var þar sem ekki hver sem mætt og unnið og svo þessi lið sem eru úrslitaleikir á LAN. Við höfum alltaf gert þetta heil lengi. Þetta var gert í tölvulistanum bara 2013-14. Ég listi því. Já, og þetta er búið að vera í gangi mjög lengi og hérna en Þorsteinn núna komin með og ég held að getum alveg slegið við að hann líklega skeitin. Af því hann með mestu titlana og svo hefur hann líka tekið erlenda mótið, þú veist, það er svona hérna, ekki það Haffi fór líka, en þeir unnu Epiclan, Haffi var enda fór á hérna Copenhagen sem var stærra mót þá en gerði þannig sér ekkert mikið sko, Þorsteinn var líka MVP á Epiclan sko, þannig að þú veist, það er alveg að setja það þar sko, en svo er þetta bara hvað þú vilt nota sem reference, hvað er gerð, en það er skemmtilega við Þorsteinn og Haffi að þeir hafa gert báðir svolítið svipað. Þeir byrja sem bara stjörnuleikmennir, rifflarnir eða þannig og færa svo einmitt yfir í að vera bara hvað sem að liðið þarf. Báðir kallað, báðir gert öll hlutverkin, Þorsteinn meira, nú fór í vappan og allt annað sko. Þannig að þú veist, það er alveg mjög skemmtilegt en ég held að við getum alveg sett það, ég held að Þorsteinn taki þetta, en hann með þetta. Hann með þetta? Já. Mér finnst Haffi vera frábær leikmaður, ég spilaði náttúrulega með honum í Dusty 2002. Og svo var hann alltaf í Hafinu og í Seven og í Malefic og svo misti ég reyndar alveg á hann 1.6. Já.
en hann er alltaf bara frábær leikmaður, þú veist, eins og hann var að tala hann er svo fjörlæfur, hann getur gert bara hvað sem hann er líka svo klókur leikmaður, Já. þú veist, hann finnur alltaf hvað hann á að pusha og hvenær hann á að chilla og hvenær að píka og alltaf tilbúin að hjálpa liðinu og stilla upp og allt það, hann er frábær leikmaður og eiginlega bara heiður hann alltaf að vera í sömu umræðinu, skilur, fyrir mér. Þú varst með eitthvað heitt take á þetta? Ég var með pínu heitt take á þetta. Ég myndi ekki persónulega, sko, það fer náttúrulega eftir hvernig við rænkum, þú veist, greatest of all time, skilur. Hvað er kriterið? Er það titlar? Er það, þú veist, individual ability? Er það eitthvað samblanda? Þú veist, hvar er það? Og, þú veist, hvernig ég myndi rænka það? Ef ég var að tala þú veist, ef við erum bara að tala CSGO, þá veit ég ekki hvort ég var endilega með Haffa í top 2, top 3, en þú veist, hann væri þarna í einhvers staðar í top 4, top 5, skilur. En það er bara mín persónulega skoðun, þú veist, ég lít meira á að því, þú veist, eins og mér varst hafið vera lið sem að var að vinna á tíma sem að senan var upp á sitt versta, skilur. Næst besta lið á Íslandi þegar hafið var að vinna var Vanta, með, þú veist, Gunnar Róni, Narva, Becca Tætt, Steppa Kókó og Edda. Og það var þegar hafið vann sína alla titla í rauninni, skilur. Þannig, og svo var hann í Seven aðeins með Bigga og þeim og svo var hann í Malefic og það eini Haffi sem ég þekki í CSGO allavega. Hann náttúrulega líka í Dusty svo, þú veist, hafið verður svo Dusty náttúrulega og vinnur 2-3 titla þar, sko. Já. Líka. Þegar Dusty að stofnast í rauninni? Nei, eða sko, Dusty fyrsta liðið á Dusty var náttúrulega vandaliðið sem að Þorsteinn talaði sko. Eddi, Þorsteinn, Rónin, Tætt og þeir eru Dusty fyrst og svo tók Dusty og pikkaði upp hafið þegar í rauninni voru að klára, þú veist, þeir unnu senasta stórmeistarmóti sem hafið, minni mig, og þá breyttu þeir yfir í Dusty, eitthvað þess. Á svona eitthvað overlappandi á milli, sko. Timeline með hafið var þannig að 2018 í ágúst, þá fara þeir að Háringinn og vinna Háringi þar á móti VKM, ég man ekki. Það var Stalsminidigri skóter, þannig, Við erum með þetta í skjali, sko. Einmitt, nákvæmlega. Ég fór með Seven á það mót og svo eftir það mót þá hætti ég heilt ár og ég kom tilbaka einmitt bara næsta Háring 2019 og svo vinna þeir, held ég, 1 móti viðbót eða 2 móti viðbót og svo var það bara búið, það er það. Þannig, þú veist, að mér finnst erfitt að justify að setja, þú veist, hann var náttúrulega flottur í langa tíma, en ég myndi ekki justify að setja hann í, þú veist, top 3 hjá mér sem geitin í CSGO. Ég lít frekar á, þú veist, að þetta, þú veist, titlarnir eru náttúrulega flottir, en ég lít líka kontekstið á þeim, skilur. Þú veist, þannig ég myndi setja aðra þarna, en þú veist, Haffi er klálega í umræðinni, það er aldrei question. Þetta er svona sem við getum rökrið allir fram og tilbaka. Hvernig, þegar við erum að, náttúrulega, ég er búinn að setja hann stimpil á þig. Klikk. Þú ert geitin mín. En hvern myndir þú setja svona þér við hlið? Hvern virðir Þorsteinn F nógu mikið til að setja svona í kannski, ég veit náttúrulega ekki hvert þú setur sjálfa þig, en hvern setur í 1, 2, 3? Sko, ég myndi alveg, það er erfitt að þetta er svo langur tími, sko, en ég myndi alveg setja, þú veist, Palla Bónda upp þér fyrir mér þegar ég byrjaði í CSGO, þú veist, þá voru að tala um þetta, þú veist, hvað er kriterían, þú veist, hann var alveg titla, en hann var kannski ekki marga titla á Haffi, en það var einmitt kontekstið, en svo er það líka bara skillið sem hann var með, þú veist, þegar ég horfði á hann, þegar ég var að byrja í CS og í 2-3 ár, þá var hann bara bestur á landinu, en ég myndi alveg setja hann einhvers staðar þarna og Peter líka, Peter og Palli Bóndi, svo er það alltaf með Ofvirk, svo ertu með, þú veist, hellinga leikmönnum þarna, en þú veist, Haffi er klálega í umræðinu. Peter og Palli Bóndi standast ættesti langmest. Það er alveg þannig, sko. Haffi er mitt svolítið svona skítugan leikst, eða skilur, Haffi gerir bara hvað sem er til að fá killin. Haffi á fullt af highlightum sem eru ljó, eða skilur, það sem hann er bara svona allir út allt og eitthvað, skilur. Þegar þú horfir á Peter og Bónda, það er alltaf einhvern veginn smooth. Allt einhvern veginn ógíslega controlled og fallegt hvernig spila leikinn. Þetta svipað eins og Neo og Forrest í 1.6. Þetta var alltaf umræðan þar að Neo var svona kaotískur samt meira af því að Forrest var alltaf movementið. Forrest var alltaf bara svona pjúra talent. Neo grændaði sig upp í sig, grændaði það og var einmitt svona bara, hann spilaði öll rólin. Forrest var alltaf bara ræflir og vappan aðeins í góð og þannig, sko. Svo er þetta líka með, þú veist, eins og með Haffa, að ég þú veist, tengja lúmstu við þetta með Haffa er að, þú veist, Haffi er svo klár leikmaður, skilur, hann er ekki að relæja á aimið sitt eða relæja á movementið sitt, hann relægir á hausinn, skilur, hann finnur alltaf, eins og ég var að tala um timingin og hann finnur alltaf hvernig hann á að píka og hvernig hann spila með liðsfélum og þannig, og meðan Peter og Palli Bóndi, þeir gera það alltaf líka, þeir eru alltaf
sérstaklega þá Peter, hann gríðarlega gáfaður spilari og hann kann að spila með liðsfélögum og bara einn af mínum uppáhaldsliðsfélögum sem ég verið með á sínu tíma en maður sér alveg munin þarna á milli, þetta svona ég tengi sjálf við þetta því ég verið náttúrulega að spila og horta á leikina aftur og eitthvað og þá allt menn bara í sjokki bara byrju, hvernig fekk hann svona mörg kill á þess að ég gerði neitt flashy, það var bara því ég var að einmitt eins og Haffi gerir bara að spila rétt, taka réttar ákvarðanir, ekki overextenda, ekki reyna að fara í eitthvað ace eða 4K, eitthvað svona, reyna bara að spila rétt og Haffi gerir það, en það einmitt. Þú myndist að Edison á það ekki? Klálega. Eftir ég uppfæri núna skjalið aðeins réttar, þetta svo mikið spicy takes þá er Edison komin alveg upp í 11 titla, sko. Þegar ég uppfæri þetta, þá hann bara, Haffi 12, Clever og Edison eru þá með 11. Já. Þannig að Edison, það sem er munurinn með sérstaklega svo, ef þú tökur þess að 4 efstu þá, Þorsteinn F, Detonate, Clever og Edison, að Þorsteinn F og Edison eru báðir alltaf bestu leikmennir í liðunum sínum statslega síðan. Já. Clever og Detonate eru það ekki. Mér finnst sko mismunandi, eða skilum, alls ekki í lænum sem þeir eru í, þá varstu með Tony alla 2019, eitthvað svoleiðis. Þá eru þeir aldrei endilega bestu leikmennir að karriða þannig, meðan Edison og Þorsteinn hafa kannski gert það meira. Ég ætla að grípa hana bolta og síðan ætla að transitiona yfir í að kíkja bracketinn. Eitt sem ég finnst áhugavert við þessa 2 leikmenn og ég er einmitt sammála því að Detonate er ekki góð umræðinu minni en það sem er áhugavert við Detonate og Clever til dæmis, þetta eru mjög líki leikmenn þannig séð að ég líti á það sem svona kingmakers. Þeir komi í lið, þeir gera það sem þarf og þeir vinna. Það er svo raflega pandas. Já, þá veist mér samt einmitt sem þú segir að Detonate sé ekki góð döfnur en þá veist mér finnst það ekki rétt að því að mér finnst það skipta svo miklu, mér finnst það svo mikið intangible. Já. Að þeir sem eru í liðunum sem vinna, það er einhverja málið mitt, að þeir séu leikmenn í liðunum sem vinna alltaf en eru samt ekki einhverja karriðarnir, þá eru sérstaklega fá góða spilarinn í kringum sig. Þá færðu það í kring og þú færðu það í kringum þig út frá því að þetta er mjög oft svona þegar menn byrja að spila með einhverjum sem einhverjum finnst ekki rosalega góður eða þannig en þú tengir bara við eitthvað svona öðru, það er bara sumir hluti sem þú þarft einhvern veginn með þér í liðsfélag og líka sérstaklega svona einhvern makker fyrir, þú veist, eins og Þorsteinn var að spila einhvern second entry, þá kannski uppáhalds meðspilarinn hans sem hann hefur mestur mætunar á geti verið, þú veist, entry-frækarinn og svo undan honum, af því hann gerði alltaf allt fyrir hann sem að við sáum ekki endilega, þú veist, Þorsteinn veit kannski eitthvað kill sem hann á, það er bara algjörlega á einhverjum öðrum en honum manni sem var með honum, sem alveg in-gameinu, sko. Þannig að nú ætlum við að kíkja hins vegar á bracketin sem spilaðist út og það voru, þó nokkru leiki sem að spilaðist núna í gegnum alla seríunar og við ætlum að taka frá 8. úrslitum. Við tökum bara bracketin, eins og fórum yfir hann og förum í gegnum hann og hann er hérna, best kannski fyrir fólk, ef þeir eru heima á Twitchinu, að opna frag.is. Bara fara í stórmeistarmóti og því að við sjáum ekkert allt og mikið annars en þið getið séð þetta. Sjátt á frag.is, by the way. Þeir eru að valda því að við getum verið með bara núna höfum við bara svona podcast í gegnum með tölunginu bracketin, sjáum þetta aðeins og förum í gegnum leikina og nýtum þannig að því við förum í gegnum allan nýtum við til að undirbúa restina af leikinum. Þannig að bracketin, þá byrjum við á bara Hyper-VE, fyrsti leikurinn sem var svona upset. Já, Hyper náttúrulega bara áttu frábært mót. Og það er eiginlega ekki hægt að tala neitt meira þetta, þú veist, þetta kom rosalega óvart. 100%. Þeir spila bestu því sem þeir vinna Dust 2 sem var pikkið hjá VE, tapa pikkinu sínu í train í overtime og vinna svo seinasta mappi bara 13-8. Solid. Já, bara mjög solid og svipa þessu gera múti mitt Aurora, sko. Vinna bara 13-8, það er mjög stórt og sjáum við með statsan og þá sjáum við þetta Hyperactive og til dæmis erfiðan leik og ég veit það, við erum í leik 1 núna, sko. Það sjáum við erum heilstátt þarna. Það var með Hyperactive mínus 15 í fyrsta mappinu, hann er mínus 22 heldur sérina. Fyrsta mappinu hans var mjög erfitt fyrir hann, heldur hann með 4-22 skór. Já. Þannig að það var þungt fyrir hann örugglega. Sjáu þið Snowy. Snowy er ótrúlegur, náttúrulega hann er mjög góður statpattari, eða skilur, hann fær statsana sína af því hann spila þannig leik, en hann er svona algjör að spila með honum, það er ótrúlegt að spila með honum upp á það, hann var ekki, hversu oft þú sást hann klötsa, bara eitthvað svona 2-4 með eitthvað og drapa hann bara einhverja 3 eða eitthvað, sko. Hversu mikið value er í svona þú veist, ef við hörum á Snowy, þú veist, erum við ekki að titla hann sem bara lurker? Jú, eða ekki. Vappin, sko. Hann er vappin í liðinu, þannig að þá en hann er samt þá eins og íslenski vappin er einmitt oft hérna, eins og ADHD, er aftarlegur, er svona akkeri, spilar sína possu og þannig, en eitt sem tók eftir með Snowy, þegar við skoðum statsan sem við erum að gera myndindin, við skoðum hans eftir að hann spilaði vappan svo lítið, hann sé vappin í liðinu, þá spilaði hann vappan rosalega lítið
það var með eitthvað 25% off-kill, prósentan af kilóneinum, skilur. Það er alltaf raflega með einhver 60%, nei 50% eða eitthvað svoleiðis, sko. Hvað, í kilunum? Nei, off-kill, nei, er það rétt? Hann er með 33. Já, hann er látt þar af því að, það er rétt, hann var látt því að þú talar það því að hann fegur ekkert tengi vappan. Þetta er svona með góða riflers eins og Snowy, eins og raflega, þú veist, sem eru vappar, þú veist, þeir þurfi ekkert endilega að taka vappan. Vappin kemur bara, þú veist, eins og raflegu fengi lítið vappan af því þeir eru búin að rústa leikinu sín svo mikið, hann bókstaflega að kaupa hann yfir, Snowy hefur eiginlega fengið vappan lítið af því þeir eru búin að spila ógeðslega mikið af hérna, 13 þeir spila bara, veist, mappfjöldin, að þú getur séð mappfjöldan alltaf í öllu leikmönnum, að þar er sko, Snowy er hérna með 17 möpp, þú veist, á móti öðrum spilarum sem eru bara í, þú veist, 10, Þorsteinn sem er 12 möpp, hann fyrir gegnum mjög mikið, hann fyrir gegnum allt sviðstem, sko. En þú segir að það fyrir í 17 möpp, sko, hann spilar fullt af möppum á Counter-Strike, 289 kill, sko, bara langflestu killna þegar hann spilar svo mikið að rándum, sko. Þannig að Hyper tóku þennan leik og svona, ég sagði þetta eftir að þegar Brakenni kom, hann fannst mér svona alveg geta tekið þetta VLE, því að VLE var svona, og að vera svona svolítið shaky í gegnum þetta og ekkert eitthvað. Ég var mjög hissa að Hyper unnið það, sko. Ég bjóst ekki við því, sko. Ég kallaði þetta sem upset, sko, bara eftir því sem við sáum að Hyper, en svo líka til að eiga eitt, mér langaði líka að eiga eitt kalla á upseti. Það er mjög skemmtilega, skilur. Þú kallar þetta leið, þú fær sjátt á það. Já, ég gerði það leið bara því að ég held akkurat mútið þeim. Ég sagði líka með þess að fyrirútsökum hvert þeir fá, þeir ættu að séns í það. Við sáum líka bara með Þór, þeir áttu ekki séns í þá, skilur. En þessi lið, þá verðast þeir geta alveg svona stakkað upp á þessu móti og eru svona aðeins erfiðir fyrir þá, sko. Hvað var næsti leikur í bracketinu? Það var að Veka Fylkir, við fyrir fyrst leikinn sem við skoðum, við horfðum ekki á. Þannig að Veka Fylkir með leikur sem var ekki í útsendingu. Veka vinna Train fyrsta map í overtime. Fórum við Fylkjarni í overtime, mann eftir þetta var þegar við vorum í útsendingu með eitthvað og þá var mappið okkar búið og vorum örgulega bara byrjaðar öðru mappi. Held að hafi verið Þór. Við vorum búin með leikinn okkur þegar þeir eru næstu bara, þeir eru ennþá bara í fyrsta mappinu. Sko. En þeir fóru móti Fylkjarna. Fylkisliða búin að vera svona, þeir eru búin með stíganda, sko, og getur komið sér í gegnum þetta og fóru og tóku það alveg í overtime og taka svo 13-9. Þetta er svona tiltölulega tætt leikir hjá þeim. Og tiltölulega óþekktir leikmenn í Fylkisliðinu. Já, það er alveg þannig að það er Nubb, þú lest þetta aftur vinur Arons Ólafs, hann er einmitt í afgangallur við, sko, eldri og svo eru hinnir Gabbi, Citró, Jiri og Volkov er til dæmis með bara í statsaninginu mótið, hann er með eina af hæstu, sko, mjög góð statsaninginu mótið, sko. Einu sem ég kannast við þarna eru Jiri og Volkov, ég veit ekki eins og hvernig ég kannast við Volkov. Já. Volkov, þetta er svona iconic nick. Já. Þetta er bara en þeir eru komið fínt óvart en Veka kláruðu það og sjáum Vírus og Sörk með 99 og 93 það er stórbomburnar þar og Sörk náttúrulega eins og við þeir vorum að fara yfir á Vortsjó hann náttúrulega með að kleima á einn af bara ræflir tímabilsins, sko. Hún var óbóðslega góður. Frábær leikmaður. Já, mjög góður, sko. Hann verður alveg gefinn á það, sko. Þannig að þetta var tætt leikur, og var rauninni allir brakketin var tætt, nema kannski Þórsleikinn. Þórsleikinn er kannski eina sem var tætt, sko. Þetta var mjög skemmtilegur leikur. Já, þetta er leikur sem við fórum í svo, Sakano, við tókum... Þetta var þriðjudagsleikur fyrir 2 vikum. Já, þriðjudagsleikur 2 vikum, og við vorum svona einmitt fyrir hann bara mjög sitt hvort áttinni, ég man ekki eins og við kölluðum í sitt hvort áttina sérst, ég held að ég hefði ekki Kano frá. En þarna voru og við halaði þessu leik, við tókum eftir í eins og í Núkinu sem Enok Vissart með 12 í pluss death yfir seríunum mannstu þetta var alltaf bara, þeir tóku bara úti og svo bara fætur, hann stóð bara í íþróttanum með kolti sinn og bara multikillaði, sko. Það var rosalega svona þarna var ég að sjá sko elevation á leiknum hjá Vissart og núna finnst mér eins og Vissart hann er komin á þetta level sem við getum farið að kalla hann einn af bestu ræflunum á Íslandi, eða ekki? Klárlega, hann er frábær leikmaður, sko. Það er eiginlega bara þetta lið í heild sinni þarna og eins og núna, þú veist, Clever í staðinn fyrir Dana Dóm. Þetta er bara að mínum að þetta er besta sagalænum sem ég hef séð síðasta ár, sko. Þetta er mjög góð svona púslun á line-upinu. Það er eina skrítið að þeir Mozart á móti ATH skrifir vappin, en svo við tala Mozart sem riffill og entry er bara alveg mjög gott, sko. Hann virðist vera einhvers konar svona þæginda, bara þriðja stjarnan. Þú veist, þetta rönnast rosalega mikið á bara hvað Viktor og Vissart gera og upp á ákveðnu marki þá líka. Tekið þetta til dæmi, sko. Bara veist ég, svona soppur, að opening attempt þarna er sko 58, það er óbúslega margar. 62% success. Já. Það eru mjög háir statsa, sko. Já. Brimir er náttúrulega mjög mikil entrifrækar, hann er með 60%. Já. Þannig að þetta er alveg, og það var komið á óvart hversu, þú veist, að Mozart er bara entry frækarnir þeirra, sko.
Það geggjað. Ég mæti ekki. Já, þetta bara, ef þú ert góður, hann góður vappi, ef þú ert góður vappi, þá ertu bara góður að finna opnanir. Eins og hann líka vappi, hann spila vappanum mitt mjög svona, hann á fyrir alveg bara upp rampin í sem svo B í Ancient, hann fer bara upp rampin með vappan, leitar þannig. Þannig að það mjög fróðlegt að sjá þannig að Saga tóku Kano 2-0 og komið sér í undanúrslitaleikin þannig að Kano áttu bara erfitt í þessum leik, þetta var aldrei svona einhvern veginn spurning þannig séð, 13-8, 2 sigrar og það var örlítið svona tímabil sem hann í treininu sem að Kano leitt út þess að koma inn í þetta eitthvað. En Saga sildi þessu nokkuð svona þægilega meðan við með allt þetta, það var eiginlega ástæðan fyrir ég kallaði þá í þá veka Saga. Af því mér fannst Saga líta betur út bara eins og þetta, við skoðum áttalúrslitaleikina að veka í áttalúrslitum lítu verr út en Saga. Saga mætir í rauninni betra liði á pappír, vinnur það meira clean, veka fyrir overtime, og meira tapir báðanskiptunum meira rándum. Kíkjum á seinasta leikinn og hérna kannast okkar maður við. Þetta kom á óvart, bara gengi Dusty í gegnum þetta mót. Já, þetta var ekki okkar besta mót, það væga sagt. En já, þetta Þórslið náttúrulega bara gríðarlega sterkt, sko. Það bara að margt sem var í gangi hjá okkur, en það engan afsakari, þetta bara frábært liði sem við lentum mótið þarna, sko. Það er alveg rétt, það bara ekki eins og við erum búin að tala þá. Þeir eru bara búnir að vera, þetta einhvern veginn búið að klikka bara. Þessi roster búin að vera til núna kannski 6-7 mánuði og þeir eru bara, ég var inni hjá þeim áðan, Ásið bara taka með svona demo view tól og þeir eru alveg að gera allt, þeir eru alltaf að spila og þetta líka bara individually, þetta er bara saman með sögu, núna eru bæði liðin, ég hef aldrei séð sterkara individual line-up hjá Þór, með Peter, með Rafleð, Pandas, Blik, Tony, þetta er allt ótrúlega góði leikmenn, svo eins og vorum að tala með sögu áðan, þetta er alveg eins, skilur það. Í gennum tíðina hefur maður séð svona, það er einn gæði sem er kannski, minna individually góður en að gegja þér í klefanum og þannig eitthvað, en nú eru þessu bæði þessi lið, bara með 5 gæða sem eru bara individually sturlið. Já, það er alveg rétt, þetta Þórslið bara, ógeðslega gott náttúrulega, sko. Bara, og náttúrulega spændu í gegnum Anubis, hleypti ykkur aðeins næri núk, en þetta var í rauninni aldrei nein spurning, en náttúrulega byrjar allt á gengi ykkar í gegnum Swiss-systemið. Ég er rétt. Það gekk ekki vilja okkur þar. Við töpuðum móti Sögu, Kano og hvað var það? Já, bara 2, einmitt. Vinni 3 og tapir 2. Svo töpuðum við náttúrulega Þór. Þið töpuðu líka mappi, það ekki einmitt í einum af leiknum? Minnir það, tapa mappi á móti einhver, eða komist í overtime móti einhver svona hjóliða enska eða svona leik sem voru favorite í, að þeir tóku ykkur allavega einhver svona distance, sko. Það gæti alveg verið, sko. En svo ef þú ítir á map 2, þá getur þú eitt sem er áhugavert. Er að því að þetta er nýr leikmaður, Icy Spicy, hann var að standa sig eins og hetja á móti Þór og hann er glænýr í CS, sko. Þetta fannst mér einmitt, ég var búin að kalla hann út fyrir leikinn, einmitt í núk, því mér fannst hann vera out of place þegar ég var að sjá hann fyrir einhverjum 3 mánuðum eitthvað svo leiðis, þegar hann komið fyrst inn í line-upið, var algjörlega týndur inn í þessu A-bombsæti, eða uppi, og þarna sá maður bara allt annað leikmann, græðið fyrir mig eitt bleikan líka. Já, þetta verður mig líka. Svona það hins einn? Svona bara, þessi lótur. Þetta er geggjað. En eins og bara með Icy Spicy, við fundum hennar gæða á bensínstuð. Hann var að selja mér og Krissa hamborgara og sagði að hann spilaði CS. Og svo bara komum við honum inn í akademíulið, fannst það svo góður, fórum með henni aðalið og hann hefur aldrei spilað liða CS. Hann hefur bara solo-queuað sig upp í 3 kíló. CS. En roskillið og líka annað sem er svo magna við, svona gæða, við komum aðeins betur inn á þetta og eftir, mentaleikurinn er að hann veit ekkert betur, skilur, hann veit ekki að hann eigi að vera eitthvað stressaður, að hann eigi að vera eitthvað hræddur við að píka eða whatever, honum er alveg sama, hann gerir bara sem hann vill gera, píkar, tekur fætana, hann veit ekkert hver þessi gæðar er þarna hinum megin, hann er nýbyrjaður, hann veit ekkert hver Peter er eða Pandas eða Rafleð eða Blik, hann er bara einhver 18 ára gæði sem bara ógeðslega góður individual í leiknum og ef hann lærir aðeins bara á liða CS og hvernig hann á staða sig og þannig, hann áttir að vera magnaður leikmaður. Allan grunninn, erfiðast, grunninn sem þú þarf til að byrja, svo gerist ekkert mitt nema bara að spila endalaust af. Svo bara spurning hvort hann haldi upp í levelinu sínu, af því að fara að gera aðra hluti. Hann þarf að fara, læra til að vera, meiri liðsmaður, flassaverðin sinni, að kalla flössin og allt þetta. Þetta tekur oft með augun af crosssetnum, sko. Þannig að, bara... Kíkjum á, undanúrslitaleikina. Já.
þá var, sko, við þurfum ekki að staldra lengi hérna við. Ég fylgdist með þessum leik samt grannt, sko. Já. Og mér varst mjög áhugavert, sko, mér varst Hyper vera, þú veist, þegar þeir voru að gera hluti saman og voru ákveðnir í sínu rondum, að það áttu þér alveg sjens. Þú veist, maður sá það eins og í train sérstaklega, að þú veist, leið og reynda að fara í default og reynda að vera eitthvað sniður, að það voru þeim bara rústaða Þór. Þú veist, Þór voru að vinna ránd sem þeir áttu að vinna. Þú veist, það var ránda sem að, ég man ekki hver það var, kannski var að Snowy, hann búin að fela sig inn í tvist og blikkar að labba inn og ekki horfa hann og hann píkar og blikk bara flikkar hann og svo bara næsta sekundu þá er Elvar að píka æfið með uppa og Gæi að halda því og Elvar að kráta sig undir skoti og drifur hann. Þú veist, bara svona hlutir, bara svona sína individual skilli sem Þór eru með að þú veist, þótt að kannski hlutinir ganga upp fyrir Hyper að þeir eru bara með svo góða leikmenn að það bara gengur fyrir þá samt, sko. Það er rosa erfitt einmitt þegar þú getur, þú veist, og því að Þór eru einmitt líka búin að vera ofan á þetta, hversu bara óbúslega skildir er að geta skilað, það er líka inn á milli með eða skilju, þeir eru með mjög miklar, þeir eru að gera hlutina, þú veist, eftir pælingu, þeir eru með place út allt og það gerir þetta ennþá erfiðar, þú veist, fyrir öll lið til að fá bara sniffinn, sko. Þeir eru með svo vókal leikmenn, sko. Þeir eru með, þú veist, þeir eru með Elvar, hrikalega vókal leikmaður, Pandas, vókal leikmaður, Blikk líka fáralega vókal, hann er 16 ára, hann er samt ótrúlega gáfaður í CS og svo ertu með, þú veist, Peter sem er, þú veist, hann er vókal en hann þarf þess ekki. Stöðuna sem hann spilar, hann fær bara að vera svona pínu þægilegur í sínu og bara gera sitt og fær ekki sín kill og Tony mjög svipað, skilur. Þannig, en ef það þarf, þá er Peter bara reddi að stígu upp og vókal en bara þetta lið, þú veist, eins og í þessum Hyper hérna leik, þá var bara, þú veist, Pandas með P90 að hlaupa inn og Blikk beint á eftir honum og hini þrír eitthvað starf annar staðar hérna bara pikka. Já, bless ykkur bara að reyna að komast fram með því, sko. Ef þú drifir Pandas, þá er Blikk næstur, skilur, og ef þú nærið eitthvað að drepa þá áttu samt að díla við Peter og Elvar og Tony og það er vesen, sko. Mjög djúpt, sko, við erum búin að fara yfir þetta og þetta verður náttúrulega bara eins og sagan í gegnum þetta allt er bara náttúrulega hversu, þú veist, þeir eru bara þetta góður, þeir eru bara þetta meira, þú veist, já, þeir eru bara einhvern veginn on top of it, sko. Já. Kíkjum á, seinasta leikin sem við horfum á fimmtudaginn. Marathónist. Já. það loksins fengum við svona alvöru. Já. Ég labbaði hérna út alveg bara svona, fyrsta skipti alveg bara svona, nú er ég þreyttur. Já. Það var mikið að... Og það var frí daginn, sko. Já, einmitt. Þetta var mjög góð leikur, þú veist, bara hérna, alveg bara overtime í báðum, og sko, verið þess að, þetta er einfalt og svo doppul í Dust 2, 13-11 í núkleiknum sem var líka, sko, þú veist, hann var sko 10-10, 11-10, 11-11, þeir voru allan tíman og alla seríuna fylgdust þeir algjörlega að og fullt af svona, það var mjög skrappi Counter-Strike. Ég held að vera aldrei verið augljóst að leikur myndi fara svona close. Allir sem ég talaði við fyrir leikinn og var að spurja, það var allir að segja að þetta verður 3 close með upp með fullt overtime, svo þetta bara nákvæmlega hvernig það endaði, sko. Það eina sem, þú veist, ég bjóst ekkert persónulega við, en þú veist, var alveg líkur á því. Ég held að Vega myndi vinna. Já. En þetta sýnir samt bara hversu saga, þú veist, þegar þú sér bara Wizard, þú veist. Hann er bara komin á annar level, þú veist. Hann er orðin miklu betri núna heldur hann hefur verið síðustu ár og hann er núna orðin bara, þú veist, eins og ég segjum, bara eitt besti ræflur landsins, sko. Við vissum alltaf að talentið væri þarna. Við vissum það alltaf. Þú veist, maður sá það bara, já, ekki bara á face-it dílónu, líka bara, þú veist, á highlightinu sem var að gera. En hvað breytist í leikmanninum til að koma á þetta stig? Hann er búin að lengur þessu liði. Já. Þetta er alltaf spurningin það mun alltaf vera bara, þú veist, spurningin það bæði bara, þú veist, bara í grunninn bara, þeir sem eru bestir eru bara þeir sem eyða mesta tímanum í þetta. 100%. Það bara er alltaf tíminn sem að gefst í rauninni alltaf í þetta til að, já. En það er líka með Wizard er að hann er búin að vera að spila, hann, þú veist, að því allir hiningaðarnir eru duglegir en Wizard er svo hrikalega duglegur að koma sér í lobby með Þórstrákunum, með Vargnum, þú veist, er alltaf að spila bara endalaust með bara allar bestu gæðanir sem hann getur spila með. En hiningaðarnir í liðinu er ekkert endilega jafn duglegir, þú veist, ég sé aldrei Dóm eða Viktor eða Mozart eða ADHD í lobby, þú veist, með þessum gæðum og kannski er það bara vinahópur og þannig. En maður sé bara Wizard hann er að reyna alltaf að koma sér í jafn góðu lobby og hann getur og er að spila á móti jafn góðum gæðum og hann getur og sér það líka bara í lónu og þú sér það líka bara að á þessum tíma það verður búin að bæta sig, skilur. Þú veist, ekki bara með liðinu sínu, líka fyrir utan það sem hann gerir með liðinu sínu. Þá erum við rauninni komin að því. Við ætlum að kíkja á leik kvöldsins og við ætlum að byrja á liði Þórs. Sko, eins og við vorum að tala þú veist, line-upið á Þórsliðinu, þetta er ábyggilega besta line-up sem ég séð í langan tíma. Þú veist, þetta er historically þá sjálfsögðu
getum við hort aftur og á Dusty á svona the heyday þegar það var verið að rústa öllu en mér finnst samt eins og individual talenti sé meira. Miklu meira sko, þetta pjúra individual talentlið. Þú veist, Dusty var lið, þetta bara individual mix af bara superstjörnum, skilur við. Það aðalmunurinn, þú veist, að mínum mandi myndi þetta lið aldrei vinna Prime Dusty-lið, skilur við, af því það lið og með strött og pælingar, en þetta náttúrulega bara pug, en þú veist, þú sér það að þetta eru basically bara 2 pug með ótrúlega góðum individual leikmönnum og ég eiginlega get ekki beðið eftir að horfa á þetta að þetta verður bara veisla að sjá veist, svona góða leikmenn spila mútið hverjum öðrum og þú veist, það er engin limitaður af ströttum og eitthvað svona að reyna að gera hlutin rétt, þetta eru bara 10 pug stars að mæta, skilur, og þá fáum við highlights. Eitt sem ég langar að spyrja út af því að þegar við römmum þetta inn og þegar við römmum inn þetta Þórs-line-up núna, þeir eru búin að vinna vormótið, unnu það mjög samfærandi, unnu Polo, X-fraggið, mótið og núna svona favorites allavega á að koma gríðarlega langt í stórmeistarmótið og mögulega vinna. Erum við að horfa á einhvers konar svona era myndast? Eiginlega aldrei á íslensku sinni ekkert sem myndir era, af því að það er svo mikið breytingar á rosterum alltaf. En af hverju getum við ekki rammað einn? Við getum alveg gert og farið eina sem skekkist við alltaf þessu, þannig erum við með líka 6 manna kjarna. Það er svona, hvernig senan okkar er erfiðar að byggja utan það. Þess vegna tölum við frekar um kjarna oft. Þá erum við hérna með þetta eins og Peter, Tone, líka dúon sem að fylgja saman og hvernig er gert. En að því að liðin einmitt breytast og til dæmis dæmin alltaf með það að riggmótið sem var núna hérna í janúar, það er unnið af Dusty line-upi sem er samt með Rafli og Pandas. Þetta er svona það sem gerist mikið í þessu því að það er líka bara hvernig þetta hittir á hvenær leikmennir eru tilbúnir hvað og svo riggmótið kemur með þessi verðlaun sem er að fara út á LAN og Þórsliðið gat ekki, Peter var aldrei að fara í það, bara gat ekki út á tíma þannig að þá þurftu þeir að fara í hann lið sko. Þegar við tölum era þá, þú veist, ég var ekki 1,6 sem að hugsaði bara þú veist, Seven eraið og þú veist, Drake, Murk og Dusty var náttúrulega era. Cass, nei. Hormonkeys. Ég myndi segja að það tímabil, þú veist, eiginlega allir CSGO fyrir hafið sem átti þarna 1 ár í era og fyrir það þá var þetta rosalega mikið mix bara, þú veist, bardagi á móti Malefic og Tropa Delete og Seven og Warmonkeys og þá sá maður alls konar lið sem, þú veist, hellinga liðum en núna oftast er það bara eitthvað svona, þú veist, 1-2 lið og en, þú veist, ég myndi að kalla þetta era. Núna eigum við eigum viðtal við einn Þórsara akkurat núna og við ætlum að skipta yfir í það á Pandas, kemur svo sem ekki ávart. Þetta er svo litríku karakter sko. Já, hann ekki að gera. Það er bara ekkert skemmtilega heldur en að, sko, bara það að hann sé búinn að skipta kameraangul ábyggilega svona 6 sinnum á þessum 3 leikjum sem við búin að horfa á hann, það segir bara svona eiginlega allt. Bóti content. Þetta er bara þannig. Ég held að Thorsteinn F hafi stólið svona, þú náttúrulega varst með Watch Party núna senastu 2 skipti. Þetta er stólið frá honum. Já. Er það ekki? Jú, klálega. Ég rændi sér beint á honum, það er bara 100%. Já, við ætlum að kíkja yfir á pöntuna. Hæ, ég heiti Kasper og ég ætla að taka viðtöl í dag og við tökum Þór fyrst. Pandas. Sælir. Bara svona nokkra spurningar. Já. Það er hvernig gekk svona bara í mótinu, bara, já. Þetta var náttúrulega bara fáránlega einfalt og við töpum ekki mappinum á móti Shine í grúpunum. Þannig að annars hefur þetta bara gengið mjög smooth. Yes. Og hvað, eru það búast við að þetta verður bara easy win í dag eða? Já, þetta er ekkert ósvipað, við tókum best of 5 í vormótinu á móti Vega og það var einmitt svipað stomp og við erum að búast við núna í kvöld sko. Yes, þannig að bara ekkert respekt á. Nei, við byrjum bara hratt og höldum bara hraða þangað til að þeir ná að kæla sem að, ég myndi ekki gefa mikla líkur en að kæla í 1-2 rándum sko. Ok, ég sá að þið Þór eru með svona á nefinu, hvað er þetta? Herru, ég stökk út í apóteki fyrir utan áðan. Við erum allir mouthbreather sko, þannig að við öndum svolítið með munninum bara og en nú ætlum við að vera svona, við ætlum að fá smá yfirvegun í þetta og smá ró á Teamspeaki, þannig að ég er að sjá til þess að menn sé að anda með nefinu sko og halda sér góðum sko. Skil það. Ok, og hvað möpp eru það að plana þá
bara, það ekki komið eða? Hvernig var þetta? Við erum að fara í Ancient, Anubis, Train, fyrstu 3, þannig að það örugglega bara möppin sem þið að fara að sjá. Þá bara þakka þér kærlega fyrir að taka þetta viðtal og bara, já, takk. Takk fyrir. Núna ætlum við að fara að taka viðtal við Sögu. Það bara alveg hérna hinum megin. Þá erum við hérna komin hjá Sögu. Það er komið viðtal. Já, sælir. Sæl. Og já, hvernig var mótið búið að vera? Mótið búið að vera bara mjög fínt, sko. Og ertu eitthvað stressaður fyrir leikamótið Þór? Nei, ekki neitt. Ekki neitt? Ok. Þannig að hvað heldur að þetta verður? Bara 3-0 fyrir ykkur eða? Já, 3-1 kannski. Ertu að gefa 1 mapp? Já. Við byggum meira að vinna kannski. Ok. Og hvað er rólið þitt bara núna í liðinu? Þegar ég er aðeins ekki tengdur núna í þessu öllu. Drepa og vinna og bara alls konar, sko. Já, ok. Herðu, þá bara sé að þið eru bara alveg sitna, ready á mappinu. Vilt þú bæta einhverju við? Bara frá þér? Bara áfram saga. Já, það er áfram saga, segir hann. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir fyrsta viðtalið og við sjáumst bara á eftir. Tveir litriki karakterar, ADHD og Cool myndavél. Fantas. Cool myndavél að vera með svona Handheld? Já, Já, geggjað. þetta er flott í kvöld. Já, level up sko. Já. Algjört level up. Mouth breathers. Já, Ég fekk að prófa svona það var ekki auðvitað. Já, þetta er alveg, ég verði eiginlega að prófa þetta. Á þeim orðum, þá langar mér dálítið að kíkja bara yfir á söguliðin og alltaf endum viðtala á því ADHD og Co. ADHD Dom, Viktor, Mozart og Dom, já, fyrir ekki. Vá, ég skautaði yfir hann. Jésús. það er ekkert skrítið um ruglist því að þetta er svo víslast alltaf um 1 leikmann einhvers staðar gegnum við allt. Já. Sko, þú segir, þetta er eitt hæfileikaríkasta söguline-up sem að við höfum séð. Já. Saga svona í gennum tíðina hafa spilað gríðarlega skemmtilega leiki, en eitt sem að þú bentir á var, þetta er draugurinn sem að sigraði Þór í einmitt undanúrslitum í Stórmeistaramótinu. Þetta er grötsmatch. Fyrir Þór þar að segja. Aðeins verður þessi line-up vissulega, en Já, þetta er samt bara orgin. algjörlega. En eins og með þetta sögulega bara, hvenær ætlar að vinna titil? Þeir eru alltaf að komast í úrslit, komast í RIG-úrslitin, komast í Stórmeistara núna og í fyrra, hafa oft farið í finals og hafa þeir unnið titil, ég held ekki. Þannig Nei. þeir þurfa að fara að rífa sig í gang og taka einn af þessum titlum. Þeir hlýtur að vera þreytt að vera, þeir eru bara orðnir sim núna. Þetta er bara Vega-syndrómi. Þetta er bara Vega-syndrómið. Þetta er nýja Vega, þeir unnu Vega til að verða Vega og það er bara þannig. Sko, það á verið að uppljóstra vítóin okkar, þannig að kannski við fáum það á skjáinn bara. Ég er dálítið forvitin hvað við erum að fara að horfa á svona í hvaða röð við erum að fara að gera, svo sem kemur okkur ekki á óvart hvaða möpp verða vítóðu líklegast, það verða Ancient tekið út. Nei. Og ekki Ancient? Nei, ég talaði við hann, þeir eru vító á Dust 2. Þór vító á Dust 2. Áhugavert. Og Vilja ekki- Saga vító á Inferno. Vilja Ó, ekki- Vító er Dust 2. Já, og vilja ekki spila Dust 2 allan þetta sagði Pandason. Það er áhugavert. Það er endar, er það, þú veist, er það bara út af kannski einhverju double-oppa setupi, út af því að Nei, bara Þór spilar það? Þeir hafa hann svona ekkert spilað það eða það. Ég held að- hjólið, rústuði því. Já, en þeir eru mitt þar, nú man ég þetta, þegar hún skoða vítóið, þeir völdu Dust 2 þar, voru búin að vítóða alltaf áður. Þannig heldur að valið það bara til að leika sér í lag, sko. Þeir voru búin að vítóða, hvort sem það var fyrsta eða annað, þá voru þeir alltaf búin að vítóða. Þannig að allan þetta sem Ási sagði hann, þeir ætlaði að vítóða Dust 2, þá voru þeir tilbúinir að spila mótið með öðrum appi eða vítóðina. Eins og það sagði ADHD hann til að pikka Mirrats, þegar hann sagði þetta, ég segi að þau spiliði Mirrats, ég vissi að Þór er ekkert allir að hrifna að spila Mirrats, þá sögðu þeir já, það verður ekki spilað þegar það voru svo seint í púlinu. Þeir ætlaði að treysta á að þeim myndi ekki vera pikkað. En Saga sagði að pikka það til að fá það sem fyrst í seríuna, þannig að Saga líklegast pikka það hérna. Ok, Saga pikka Ancient, það er svo sem kemur ekki orð, þá pikkaði Mirrats í seinna pikkinu sinni líklegast. Ég held að ítið ekki, leifiði ekki að fara í 5, þeir vilja fá það sem fyrst aftur, sko. Já.
Anubis pick, já, svo þetta þá Mirage og nú geða train pick og train third. Það Saga picka train. Vá, það áhugavert. Já. Mér finnst það ekki gott pick að þeim. Það var alltaf Þór velja Mirage. Já. Skrítið að Þór Það velja. vel gert að bara koma núk sem aftast, sko. Það steikt hjá Sögu að þeir taka ekki núk hérna í staðan verið train. Þór eru fáralega góðir í train. Já. Mér finnst þetta að vera mistök, persónulega. Að því Saga eru þekktir fyrir núk, það svona allan sögulega, skilur við. Og við höfum séð Þór spila train og þeir eru greiðarlega góður í því. Eitt sem minnst áhugavert við þetta, svona tökum í rauninni bara Inferno Dust 2 út, við erum ekkert að fara að sjá það. Þeir pikka hana Ancient. Við vitum samt að þeir eru góðir í Ancient, Þór þarf að segja. Þetta er eiginlega bara einhvern veginn út af því að þeir velja það ekki út af Peter, eitthvað fílar það ekki, eitthvað svoleiðis. Þetta er eitthvað Dabbi líka Ancient heitir, held ég. Svona, mér minnir ég einhvern veginn heitt það fyrst þeir voru að byrja að neyta Ancient, þá hefur Dabbi sérstaklega að tala um hann hata Ancient líka, þannig að það hefur kannski verið það þannig að þá hefur verið sérstaklega. Þeir eru einmitt búin að flóta inn nýlega, sko. Eftir að bracketið fór í gang, þegar þú sagðir þá er alltaf víta Ancient, þá hafa þeir ekkert verið að víta hann. Þeir hafa leyft liðið mig að pikka það og fóru þeir ekki með mitt leikinn, var ekki... Ég held að Blikk fíli Ancient líka, sko. Já, það var engin pikka Ancient inn í orður. Það hjálpar. Eitt sem ég finnst þann, þú veist, ef við lítum á þetta, mér finnst eins og Saga þeir að relæja rosalega mikið á það að stela eitt af fyrstu þrem og ná Mirage og mögulega núk. Já, þú veist, þetta lítur ekki vel út á þetta fyrstu þrjum. Þeir hljóta að hafa einhver að trúa sér í trein hvis þeir pikkaði fyrir Mirage, skilja að vilja spila það frekar. Málega þeir, þó að Mirage sé ekki í púlinu á Þór, þá er Mirage heldur ekkert í púlinu á Saga. Sko. Það hefur verið bara eitt af já, þannig að það var... En það meirist ekki í íslensku púlinu. Þetta er alveg eiginlega útfyrir. Þetta er það sem best að fæði gerir hérna því að við erum með 4 mappa mappúl í Íslendingarnir. En það fáið 1 mappi hérna sem þessi. Þetta Mirage sem þarna er bara svona, það kemur hins vegar óvart, sko, ekki það, Þórsararnir, sko, það var virkilega svo mikla trúaðir 3-0. Þór? Já, að þeir muni gera þannig að þeir eru komið að pikkina þannig að hafa þeir bara eitthvað, já, ok, bara Mirage 4, eða skiluru þannig séð. Þannig ég held að skipti svo sem engu máli, sko, eins mikið og maður ætti að vera að tala, ég held að þetta verður bara 3-0, sko. Þór eru bara, þeir þurfa að sanna, það þarf bara að sanna allt annað fyrir mér, skilur. Þeir eru búin að vera það góðir og Saga, þó þeir séu búin að komast hingað, þá hafa þeir samt skilur, þeir bara rétt fóru ekki veka. Þeir bara mörðu þá. Ég hefði sagt þetta með hvað sem þeir mætt Þór. Þór eru búin að vera þannig en í dag að ég held bara að þeir vinni 3-0. Þeir eru bara búin að vera ógnar sterkir, þeir eru skoðað með stats, þannig að þetta er bara djók og þeir eru líka, þeir eru bara svo confident, sko. Þannig að við höfum samt ásett talað um að halda hraðanum uppi, þannig að við höfum eftir að sjá þetta líklegast bara þróast mjög snemma hvernig þetta lítur út og bara, það verður algjörlega á Saga að ná að stoppa þá og gera þá, pirra þá og stressa það þannig, sko. Þorsteinn, hvað segir þú? Þetta fyrsta mapp Ancient er gríðarlega mikið að þeirri sögu. Ef að þeir vinna ekki Ancient, þá eru þeir í súpunni fyrir mér. Ef þeir ná að vinna það hins vegar, þá eiga þeir séns á, þá fá þeir að spila Mirage, sama hvað. Og Þór er ekkert sérstaklega góðir í Mirage, skilju. Þeir eru bara individually góðir, en það þýðir ekkert eitthvað sem liðir eða góðir í Mirage. Þannig, Mirage og Nuke, það er alveg, það er eini sénsinn fyrir sögu að mínum mati. Ef þeir ná einhvern veginn að stela þessu 3, komast í Mirage og svo Nuke í 5, þá eru við komnir í veislu. Þannig bara, þeir verða að vinna Ancient og vonandi eru þeir með eitthvað í pókarninu í train. Því ég er mjög hissa á train. Ég skil ekki það pikk bara, þeir hljóta að vera að æfa eitthvað og ég er mjög spenntur að sjá að því ef þeir eru ekki með eitthvað æft og eitthvað góða pælingar í train, þá mun ég kalla það út, sko. Ég er mjög hissa á þessu. Hvaða win condition þurfa Saga að vera með bara, tölum bara Ancient, hvaða win condition þurfa að koma fyrir þá til að þeir geti talist einhvern veginn líklegir til að sigra út og því að á blaði þá, ég meina, já, þú bara þessi gaur. Þessi gaur og svo var ég ekki með breka með mitt, sko. Þetta tvent. Mozart, Endriar og bara næri opnun eftir opnun, skipta vörninu til og frá og svo sama með Wizard í rauninni, og svo eru hinir bara að gera sitt, eða skilur, en þessi tveir þurfa held ég, ef að Saga ætla einhvern tímann að vinna leik, þá myndi það vera þannig að Mozart og Wizard væru bara, að toppfragga algjörlega. Og það er bara sjást ekki en leikinu sem þeir hafa unnið að þá hefur það verið í rauninni þannig. Sko, fyrir mér, þá er eina sem skiptir máli fyrir mér hjá sögu og bara aðalvinnkonditionið þeirra er mentalið þeirra.
af því þeir eru búin að spila núna í hellingu úrslitaleikjum og bara, þú veist, ég get ekki talið hversu marga og alltaf tapað og núna eru þeir með individually sturla lið og þeir verða að, þú veist, þeir hljóta að vera orðnir vanið að spila úrslitaleik. Það eru öðruvísi, skilur, pressan er meiri, það er fólk að horfa, það er peningur undir, það er, þú veist, heiður undir og þeir þurfa að vera búin að kunna að díla við þá pressu og mæta inn í þennan leik ákveðnir. Ef þeir mæta inn í þennan leik í Incent og við munum sjá það frekar snemma, ef þeir eru ekki, þú veist, hvað er gott orðið við þetta, ef þeir eru ekki bara að rusha, skilur, ef þeir eru að fara í fætana, ef þeir eru, þú veist, ef þeir eru eitthvað hægir og lappandi að þá eru þeir í vesinni. Þeir verða að mæta rétt inn í leik. Þú séð þetta bara útrúlega hvernig þeir treyta. Já. Það verður örugglega þú veist, alltaf sjá það, hvernig þeir get ekki farið í þetta og þeir munu aldrei farið í þetta bara ógeðslega hægt. Þeir þurfa að mæta Þór sem munu mæta þeim, þú veist, head on. Þeir þurfa að gera það, en þeir þurfa að geta mætt þeim, chillað og treyta og unni sig í gegnum, þannig munum við sjá þetta, þú veist. Ef Þór næri ekki að búldósa það, því að Saga þarf að, Þór munur reyna bara að búldósa í gegnum, Saga þarf að stoppa þá og svo fara í rauninni að setja upp þessi leiðilegu rán þar sem þeir eru með svona bara grænda og niður, drepa það sem eru alltaf að píka og konverta 5-3s, þú veist, öllu þessu. Þeir munu alveg fá það. Þórsararnir eru það aggressífir að þeir munu fá örugglega 5-3, 4-3, eitthvað svoleiðis. Það er líka annað í þessu, en með Þór er að þeirra veikleiki sem að, þú veist, er ekkert mikið rætt skilurðu, er að þeir eru pínu eins og Saga. Þeir eru alltaf að komast í finals nema nýlega núna, þá eru þeir nýbyrjar að vinna. Þú veist, þeir unnu Frag X-mótið hérna hér og svo unnið þeir vormótið núna. En á undan því þá voru þeir alltaf að tapa undir Dusty í finals. Þannig ef að Saga getur einhvern veginn mætt inn í leik og verið ákveðnir og bara, þú veist, reynt að vinna Incent, að þá verða Þór stressaðir. Þeir eru ekki búin að vera að vinna hellingamótum í langa tíma og eins og bara, þú veist, það er bara Elvar og Ási sem hafa unnið eitthvað mikið, þú veist, eins og ef þeir vinna núna þá er það þriðja skiptið í röð sem við vinna stórmeistaramótið. Þannig það er alveg punktur með Þór að mentali þeirra getur verið shaky. Það er nefnilega einmitt punktur sem ég langa að hamra á og meðan við sko mappúlið og svona þeir Saga þurfa að koma inn í leik, þeir þurfa að byrja að stela mappi, gera þá smá stressaða, oh shit, hvað er að gerast? Gætu við verið að tapa þessu, við erum að búast til 3-0 við erum búin að vera dominant, þetta er fyrsta mappi sem við erum búin að tapa og svo framvegis. En ef þeir stela ekki fyrstu tveim, þá eru þeir rosalega tæpir á því að gera eitthvað í kvöld. Það er bara nákvæmlega þannig og ég held að Bjarni sé bara ánægðastur frammi með þessi orð töluð, sko. Já, Þórsararnir eru overwhelming favorites hérna og búinir að vera bara í gegnum þetta mót, þú veist, það er rétt það sem hann sagði Þorsteinn, þú veist, Peter var búinn að tapa fyrir seinustu 2 úrslitaleiki, þú veist, tónu okkur mörgum úrslitaleiki og vera í rauninni lélegur í þeim, sko. Og hann veit alveg upp á sig, sko. En núna seinustu 2 eru þeir búin að taka í röð, tók hann alltaf seinast á pökkunum og báða leikina hafa þess að fengið það, þeir að fengið þetta best of 5, það sem er að veri favorite og það hefur verið, þú veist, bara nokkurn veginn silt, sko. Það er eitt líka, Blikk, er þetta ekki annar úrslitaleik hans Blikk og Lani? Já. Hann spilaði hérna seinast eða ekki úrslitaleik? Mótið Atlantic. Nei, hann Fragg líka, hann spilaði Fraggið, já. Og svo spilaði hann líka annar land. Úrslitaleik? Hann Brimir spilaði ekki Atlantic. Spilaði ekki Atlantic, já. Hann er alltaf bara að spila 2 úrslitaleiki og unnið það bara. Allan á Lani. En þú veist, eins og síðastur sáum Þór í best of 5 og það var vissulega aðeins öðruvísi lið en samt mjög svipað því þú veist, við vorum með Peter, við vorum með Tony, við vorum með Panda sem var ekki í raflega, hann var í coach og svo Blikki ekki í liðinu að þá einmitt voru þeir overwhelming favorites, það var allir að segja það ég man eftir það voru þetta bara allir og þú valdi Dusty þarna eitthvað í einhverju pitti og samt tapaði þeim leik, þótt þeir séu overwhelming favorites, svo aftur háeringurinn þá var Salvador sem voru overwhelming favorites, allir voru að segja mér varst þeir ekki overwhelming favorites það voru allir samt að segja það já, það er samt, sko, þá voru þeir með Edison þeir eru bara vinsæll, þannig er sem þeir bara eins og þú, þeir eru vinsælli þeir voru, en pressan er á þeim þar að þeir eru favorites en þú veist, þóttir séu ekkert endilega en þá er allir að segja, það er allir að segja eins og núna er allir að segja, þannig þeir þurfa að standa sem þetta pressunni líka þeir þurfa að stíga upp á leveli sem þeir eiga að vera á, ef þeir mæta undir því og Saga stígu fyrir ofan þá er þetta sjens, en þú veist það er samt bara, þú veist, þetta er það sem gæti gerst, en ég býst ekki við því ég býst við að, þú veist, Panda svo Rafle og Peter og allir þessi gæðir eru bara að fara að mæta hérna inn á með engar efasemdir og eru að fara að rústa, en þetta er bara eitthvað sem gæti gerst fljótt að gerast þegar eins og hún segir, þegar að hlutinni fara að gangi illa þá er það, og það er, þú veist, exponentially hraðar á Lani
Já. Það hérna, og ég hef upplifað það meira sér bara hjá Þórslið, hjá man ekki hvaða roster var, en það dettin þetta var, það einhverju síðan stóð ég bakvið á, það var þeir töpuð fyrir sögu, já. Þeir töpuð fyrir sögu í undanúrslitaleiknum. Ég stóð inni hjá þeim báða leikina örugglega og ég bara fann bara væpið, bara komsinn, dóu, það bara allir svona það var enginn með svörin og enginn gat leita til neins til að koma með svörin. Þeir eru með eitt ofurvopn þar núna, sko. Og gískiði hver það er, hann hefur Þór. Það er Rafle. Nei, það er Pandas. Pandas er, þú getur eiginlega ekki verið með vondan móral í liðinu eða Pandas er. Já, ertu að tala um mórali? Ég er líka að tala um bara, þú veist, hérna komsinn og talandan og bara svona, þú veist, mental hliðin. Hann er bara mental warrior og hann er bakbeinið á liðinu, skilur. Ef ykkur er að tilta, ef ykkur er að, þú veist, underperforma, hann er alltaf kominn til að supporta mennu upp, ekki bara inn á sörnum heldur, þú veist, fyrir utan líka í bara koms. Þannig, eitt sem ég er forvitin út af því að nú hefur þú spilað sko mjög marga úrslitaleiki bara í gennum tíðina. Þú meira segja varst á þeim stað sem að Saga var fyrir einhverju síðan þar sem þið voru bara dett út í undanúrslitum og svo framvegis. Þegar þú byrjaðir að komast í úrslitaleikina og varst í þessari stöðu sem að Saga er í núna, hvernig kemst maður yfir þetta hördul? Er þetta bara prakka endalaust og bara vera saman eða? Nei. Sko, þetta voru 2 úrslitaleikir sem ég mætti í þarna þegar ég var fyrst að mæta í úrslitaleiki og undirperformaði feitt og það var ofhugsun, þú veist. En þú verður að finna þína leið til að komast yfir þetta. Þetta er issue, ef þú dílar ekki við það, alltaf bara það er margir sem segja að ég finn ekki fyrir stressi fyrir leiki. Þú veist, þá er menn bara í afneitun og ef þú ert í afneitun með það og þú sért ekki að performa í þessum leikjum, þá ertu ekki verið að finna lausn og þá ertu bara að halda áfram að gera sömu mistökin. Þannig það er lausnin fyrir mér er að játa, ok, ég er stressaður og ég underperformaði út af því ég var út af þessu og þessu og þessu og finna lausn, skilur, í staðinn fyrir að vera í afneitun. Vonandi er Saga að finna lausnindar en við erum að fara rakleiðis inn í Ancient og já, vonandi er Saga með lyklana til að finna einhverja lausn og við fáum alvöru seríuvitin kvöldstrákar. Hvernig haldið þetta fari? 3-0? Ég ætla að segja 3-1. 3-1? 3-0. 3-0? Ég ætla bara að vera góður. Ég ætla að segja 3-1. Ég ætla að segja 3-1 fyrir Þór. Ég get ekki sagt 3-0. Ég veit, ég er alltaf eini sem bara stikka á nei, ég veit alveg hvernig. Ég gerði þetta alltaf en svo kemur þetta í bakið, sko. Ég gerði þetta með Þór seinast þannig þegar við spáðum til Þór, þá hafði ég bara trú á þeim, þú veist, og ég verið tekið þetta bara á því að þeir voru mitt þar líkast feigur, þeim að spila betur, en svo bara getur að skeika, en ég held að hérna sé bara munurinn mitt, þá var mikill munur á Dusty og Sagaleginu þar. Hvað er það? Kíkjum inn í Ancient. Þetta er mapp sem ég held alveg sérstaklega mikið upp á. Feika, bomban er A, fara svo B og bomba fyrir aftur A, væntalega bomban, en af hverju er bomban að feika? Þeir eru búin að lesa. Þeir horfðu á demo, þeir eru 4 á B-inu klárir í þetta. Já, þetta er bara hratt til fjandans, en það er ennþá 3 frá söguleginu. Sá samt áttuna, hún er bókstaflega í flankinu á öllum. Blikkir undir honum. Já. Beint í haus, þetta er svo krisp. Og ATHT er núna 1 eftir á móti 4. Ingi séns að teknir Peter í smá offangul og gott ef þetta var ekki 5 hauskot. Allir með killandar nema Tony. Já, þetta er fráðilegt því að ég var inni á Þórshöfnum aðeins á hann, ásega með svona demo-tool sem hann gæti séð svona... Er þetta sama og þú notar? Nei, flottara í rauninni, sko. Hann gæti overlega til dæmis mörg demo úr train og séð alltaf hversu leikmennir fóru, þú veist. Bara eitthvað svona aðeins svona tól, sko. Og svo var hann með bara smá svona skrifað niður pistorandinn og hann mitt, man ekki hvort hann hefði akkur, en ég man eftir að sé Saga að gera þetta. Já. Þannig að þú sást það, þeir bara gerðu ekkert. Peter var
á svítisbólun að spotta og svo sást hann bara rótið í átt að B-inu bara eins og hann hefði bara, ok, þetta er feikið, eða skilur, þeir feiktu á hvað straffið var. Við 100% hvað var að gerast. Rafle hins vegar aggressífur hérna á leininu, kominn með 2. Leitar af þeim þriðja sem situr hérna inn í köpjunu, vinstra megin með glokku í staðin fyrir Uspu, hrifin að þessu, grípur síðan í Viktor með 2 risastóra þarna, en þetta snýst í rauninni bara það að gera þetta dýrt fyrir Þór. Já, Rafle var búinn að taka hann á sútin. Já, hann var á að fara strax í hérna og það er náttúrulega hluti af þessu sko mun verða eins og ef að leikurinn fer eins og við svona spáum fyrir þetta verði Þór 3-0 þannig þá mun þetta líka verða svolítið silly á tímabúndum að þeir munu halda rosalega mikið tempónu gangandi og þú veist af því að þeir eru einhvern veginn aðeins favorite en eitt sem áhugavert við bæði liðin samt að þetta eru 2 tempólið. Já. Þetta eru 2 tempólið sko, en já, það er þannig. Þetta eru bæði tempólið, en ég sagði á hana að Saga getur ekkert komið yngar og spila bara hægt. Þeir þurfa að spila sinn leik, þeir þurfa bara að ná að justa hann inn í Þórsarana, en það er spurningin hvernig það mun fara fyrir þá að ná að justa inn í þá. Þetta verður svona prófið þeirra í dag. Fyrsta kaupið á móti kaupi, 1 Galil og Dom, rest á AK og ákveðið svona bónusránd á Þórsurum, 2 MP9, gætu verið aggressífur hérna. Allir í átt að það, beint. Þetta er Endri, ADHD með fyrsta, en enginn til að svara blind. Þeir rössuðu að með þessu, með einn smók. Einn smókur kominn strax í dónutinn, bomban að fara niður, en notoriously rosalega erfitt að halda þessu sæti. Já, það er spurning hversu mikið það er 1 smók eftir, sem farinn, er það sjöflónum. Vissard þarf að vera. Dom rísmókar. Og ná þarna Vissard alveg á vestinni, gott spray hjá Dom og Mozart og niður á bombuna fara, 2-2, báðir í lobbyinu, 1 kominn á bombuna samt, það er enginn að skjóta gegn, jú Dom loksins og þarna kemur það Saga með fyrsta rándið, fyrsta gunrándið. Mjög mikilvægt fyrir að taka strax þetta fyrsta gunrándið, þeir þurfa að koma sér inn í leikinn strax og þeir eru rauninni setja Þórsarana í ömurlegan penning, það eru 2 sem geta keypt riffla hérna, hinir munu vera einhvers konar shot í kaup, en hérna er þá líka risastórt að þeir vinna þetta ránd. Það er því ansi þungur hnífur að fá beint hérna í andlitið eitthvað, það sem að Þórsararnir vinna, pikka upp alla byssurnar og þannig að spurning og Saga tók þetta náttúrulega á Arusi sem eru rössu í engan. Og átöfverstu þetta þegar það spilar enginn A-Ancient í byrjunarráðunum í hálfleikunum. Ég vil ekki gera það þannig, þú sem Sweetie spilar þannig að þú býður eftir að þeir sýni þér að þeir kunna að þeir muni fara aðeins. Já. Saga gerir það mjög snemma þarna, sýna þeir með þetta röss, þannig að Þórsararnir munu vera þá varar sig með það, en Þórsararnir eru að koma með Endri, ADHD reyndi aftur út mitt. Það var bara nákvæmlega sama fleið. Þetta er mól og hoppa upp. Býtum nú við. Viktor kemur upp rampinn, ekki að finna fjarka. Jú, loksins gera hann það. Tony hins vegar fær alveg að gera allt með deglunni. Það er 3K og það er Pandas með AK-unum og stemningsmaðurinn sjálfur. Það var unreal að vera hann í third viewinu þegar þeir voru að koma rampinn og Tony með degluna bodyshot og það bara hit. Það er bara allir niður í rautt og hann með degluna tekur hann 3 kill. Þetta var 3 deglukill og bara 1 headshot. Bara seinasta. Yfirleitt er þetta nú meira á svona headum en þetta er ofboðslega stórt. Hann er einn af þeim sem er bara með deglu, restin er með kolta. Sumir eru með kolta þannig að það er risastórt hjá og þarna akkurat vinnarándi og sér peningi sem þeir setja sögu hérna í. Það er 1 AK og Viktor. Hún er að þeirra besti leikmaður í þessum gunrándum hingað til allavega með multikvæl kill. Það er að challengea Kevin. En það er ekki nógu gott og Lilli með 3 risastóra. Þetta er nákvæmlega það sem hann fæ borga fyrir. Pikkar upp AK og var með MP9. Þetta var fallegt. Degluspammið hittir engan hingað til. Ásamt Hauki Hotni hér í Dom. Hann er aleinn á mappinu akkurat núna og gæti tekið einhvers konar flank. Þeir eru algjörlega unaware að þetta sé í gangi. Peter er bara að fara að vera skotin í baki líklegast. Spurningin er hvort að Dom hann tekur strax skotið þannig að þá vita þeir að báða. Blix snýsi þá við. Pandas að halda þá Vissard þarf að halda lífi og finnur ekki. Þetta var flott! En Pandas minkar þennan séns töluvert með þessu frakki. Deglundar að syngja þetta í úrslitaleiknum. Já,
svo sem, það eiginlega þannig hérna, einmitt, það eru ekki það er allir íslengi góð með deglum, eða þú veist, við spilum þetta svo ógeðslega mikið. Það talaði fyrir sjálfa það, ég á setu frekar sko. Það er bara, allir taka degluna í mikið og bara þeir voru pælið með þessu, Dom mjög fínn á deglunni og sko, því að Viktor, Vissard og Mozart allir mjög góður deglunni. Og það er spilandi sem myndir búast við því að vera kannski góður á deglunni, en Dom mjög góður á deglunni. Svona... Rafleik komin á vappan, það eru deglur á The Usual Suspects og ATHT á Glokku. Hvað er í gangi hérna? Endri á blikk, Pandas svarar og hann í rauninni bara hringsnúast þarna í lobbyinu áður en hann heldur aftur í bróki og halda áfram að nýta þessar deglur. Smókur hérna niður í rampin og þetta er nákvæmlega svo talaðan Mozart í B-rampinum. Þetta væri skot. En Rafle, hann með stóra prikið. Líklegast ekki mikið meira að fara að koma úr þessu rándi en ATHT og Co. ætla að reyna að sjá hvort það geti fundið hennar vappa mögulega í reddrúminu. Einn komin í Donut, það er Viktor, einn í bróki sem gæti verið að miða á hann. Mozart. Sturplindur. Klípir þetta flass. ATHT fær skotið út. ATHT með bombuna. Kemur ekki með óvart. Já, en þá hins vegar er rándi líklega að 100% farið. Hún deyr. Voru bara einhvern veginn að... gerðist líka, Voru bara einhvern veginn að reyna að finna hjörðina með 3 mismunandi playum sem að er bara eins og þekkir á móti Þór gríðarlega erfitt. Já, það er eitt sem að saga, sko, það er gallið svo sem ég sá að það er mjög svona náttúrulegt til að gera það, spila svona ránd og leita einhverju svona, en á móti Þór er það erfitt. Þessu sama Hyper, það sem gekk best fyrir Hyper voru í rauninni bara þeir sem voru 4 kannski saman og náðu að treyta sig niður og svo bara fara 3 til 4 saman og treyta niður bara í fjöldan. Ekki Ógættar að stralisgrensur þarna taka örlítinn skaða af Pandas en blikk allt í hún lár. ATHT sér þarna leikmannin í 5-unni og þarna glæsileg double entry þarna. Blikk og Tony ligg í valnum. Þá var Peter að taka hann stóra sinnum hérna á B-inu. Nær fyrsta heldur niðri, Mouse One. Þarna er Pandas að gera sér stóran í miðjunni og allt í hennu manni undir. Það er play í gegnum mappið. Manstu það sem ég talaði í prísjónu, þeir komast í 5v3 í einhverjum rándunum og þeir þurfa að láta það telja. Þeir komast í 5v3 hérna sko. Já. Þannig að, náum þessu niður. Rafle setur ATHT í 1v2-ið. Hann er með bombuna. Með bombuna, en þetta Rafle er ofbóðslega góður í svona vappis, einn eftir einhvers í backline að halda einhverju klári línu. Þú veist, hann er aldrei að fara að gefa sig hérna. Leggar ATHT. Kemur bombun niður, engin grensa til að taka hann út, en Rafle það er eitt stykki hnífur til að halda þessu heilu og ATHT. Hann getur ekki annað en bara brosa. Brostu bara, Elva. Þvílíkt að reyna að halda niður í spökkinu, sko. Alveg hendinn fyrir og horfið niður, sko. Já. Halda gamefisinu. En Þórsararnir byrja nákvæmlega eins og við töluðum erum búin að tala í gegnum þetta, það er hættulegt. Þeir eru svo sterkir og það var eins og ég tala um þetta. Ránd þarna númer 4. Þegar sagan tekst að vinna fyrsta rándið eftir það mátti ekki fara eins og fór. Þeir líka lifðu 3 eða 4. Og eru ennþá með 2 AK-ana og peningurinn er nú ekkit flush hjá þeim, en það er eitt sem á ágætis banka en restin er svona smá shaky, þannig að Þetta er M4, A4, það er að gera smá skaði, nær bara einum, Rótiti komið, vappin, gæti gert skaða en þeir gera það rétta í stöðunni, reyna að taka yfir 5-una en Rafle, 100%. Á bomban. Dios mío. Og ATHT fellur hérna senastur allra. Brimir komin í Þórstreyna. Það er gott að sjá. Geggjað. Gott að sjá. Þá eru þeir allir hérna flott overlegi hjá þeim þá, allir í Þórstreyninni. 7-1 Þórsararnir, eins og við höfum talað ókvæmlega sterkir og aftur þarna, þú veist, þeir komandi um rampinn og Peter drefur bara einn en hann tók sko ótrúlegt damage
í hliðina á Já. honum þannig að hérna stoppa þetta en Þetta er það sem A4-in gerir bara miklu betur. og sjá, kemur hérna rauðarsmók frá sögu og Vissar þetta Viktor þarna aðeins í mollanum og kemur blikk í áhugaverða stöðu en ætti að koma sér úr þessu hotni og smóka í miðjuna til að koma honum í burtu og allir á lífi enn. kemur AF kemur AXX og hann einn hérna handað Nær að smóka, nær einum. Þetta var geggjað hjá Rafle. Nánast preemptive þarna, vissi að þessi donut-smóku var að koma. Peter kom með dom, bomban ekki ennþá komið niður, Mozart ekki með sjens til þess akkurat núna en finnur fragg. Mjög mikilvægt hvað Viktor er að fara að gera á þessari dyglu. Finnur fraggið en núna einn eftir, vappa í höndunum, smókaður út í donut. Gæti svo sem droppa þessum vappa ef hann vildi gera einhvern grikk. Sem að gæti svo sem verið... og það væri grikkurinn af því að þessi peningurinn Þór er ekki hann er ekki að bólna út eins og ég veit gæti gefið til kynna. Þeir eru alveg búnir að Saga er alveg búnir að ná rándunum niður í þetta 2 á lífi sem að gerir þetta aðeins þyngra fyrir Þór en Þórsararnir hins vegar eru ekki að droppa rándum þannig að það er einhvern veginn og það er komið strax náttúrulega bara þetta er 9. rándið í hálfleiknum hérna. Farðu nú bara með hennar vappi þegar fyrstu. Ja, frýr vappi, Tony ætti að ná honum upp. Já, Rafle og Pandas, dúoið, 11-3 báðir hérna. Já. Það eru að risa stórir. Þú veist að tala að þetta fyrir þá 2 þriðja stórmeistaramót sigurinn í röð fyrir þá. Já, 4. jafnvel. Nei, já, stórmeistara, já, 3. Það er Atlantic, Dusty og svo þetta er þetta. 8-1. Saga geta keypt. Við sjáum hérna að Mozart með 2 frögg og Vissar með 4. Töluðum að það væri win condition að þeir væru betri í rauninni. Þeir inn á leinunni. Blikk er framan við. Já, þetta er skemmtileg staða. Flass eða eitthvað. Þeir eru tilbúinir. Flassið er gott, þægilegt. Eitt í bak, Dom er að jafna metin þarna. Flassið, þetta er bara frábært hönd þarna á... Lappar inn í línuna. Peter næstu búinn að ná spamlínunni. Peter er low þannig að hann vill ekki skjóta á mikið þannig að hann sé ekki spamma. Hann á 6 í líf. Rafle leitar út middið. Dom bakkar. Þeir eru að setja upp í B. Já, Þórsararnir fara í aftalegt hérna sem er alveg... Rafle. Jafnar það metin. Og sleppur í burtu. Kostlega gert það Rafle hérna. Þetta í hátíð er lár. Og hann postar upp á þeir verða að fara að B og þeir eru 2 á B-inu. Aftalega og jútilið kannski ekki frábært hérna. Nei, en þetta er Tony og Peter. Já. Í aftalegri vörn. Það eru líklegast 2 bestu aftalega vörn spilara sem þú getur fengið. Sjáum við það er ekkert jútil eftir á bara neinum. Þetta er bara byssurnar. Viktor með stóra opnun en þeir eru allir lágir. Talandi það er ADHD lár grensaður af Rafle og þetta er 9. rándið fyrir Þór. Já, Peter gerir rauninni samt, hann er á 6 í líf sjálfur, nær að sjá hann og nær hann niður í rautt þannig að þó hann deyja þá er hann treytaður instantly og einmitt þessi grena þannig í lokin klárar bara einfalt ránd. Þannig að 9-1 Þórsararnir eru hérna með tögl og haldir í Saga-pikkinu og það er fróðlegt að sjá hvernig þetta fer með söguna. Það er 1 Mark 10, tekka, þetta er skítakaup. Þurfa að fá eitthvað hér. Þeir eru samt búinir að kaupa núna alltaf breyfum. Og þetta. Follow-upi kemur, Dom og Vissar með sikkot leikmannin. 5-3. 5-3, þú ert búinn að kalla þetta oftar en einu sinni, Jói, það er bara þannig. 5-3, þeir verða að koma upp þessi. Það er í alobí, Rafle er komið með vappan. Ætti að heyra 100% í honum og vita að Pandas er inn í lobbyinu. Það er ekki að koma neinum á óvart að leikmannin fer þangað inn að finna fæt. Það flass, Bróki reyna að finna samt Pandas og þá eru þau 2.
Tony, grensar þetta smókinn, finnur frakkið á Dom. Þetta pressar verulega á. Þarna kemur það. Saga loka, 5-3-inu, lifa 3, þannig að þetta er treytast allar niður frá Þórsarana. Þórsarana er enga pening. Nei, enga pening og þetta er senasta rándið í fyrri hálfleik. Algjörlega, þannig að 3 ránd hérna fyrir sögu er nú hérna allavega brúklegt. Þeir geta unni pistól og ítt þessu saman í einhvern leik. Það er spurningunni þetta ránd 2, senast tapaðist þetta hjá sögu. Þeir endið á svona lazy B-poppi. 2 kortar, eindegna og 2 3 á B-inu. Það hefði ótrúlegt sagðið kalla B-röðslega þegar þeir voru að sjöfla byssum og spónum. Þeir hefðu fengið B-sætin eiginlega bara. Frekar fríkt, en Peter missir bara 48 HP í þessu. Skemmtilegt jútilirna hjá Viktor inn í kubbið. Það er einn að finna mögulega Peter sem hefði horfið Peter er að fara niður. Þeir eru... ok, Viktor var að horfa í burtu. Eiga ennþá 3 smóka. ATHT kastar einum hérna í redrúmið. Raflega ekki með vappa með M4 í höndunum. Hérna hlýtur kallið að vera komið. Hann lappar hérna inn í línuna. Nei! Pandas. Það siglar. En ATHT fer fram hjá því. Bóttum Molli hjá. Vittu nú við. Lappar ATHT inn í þetta. Vá. Rafli er líkast með það. Nei! Rafli sleppar. Sælvinur og þá er Pandas einn eftir. Það er MP9 í höndunum til að taka hérna 10. rándið. Svo sem nóg milli handara þarna en Rafli misti ATHT þarna alveg fram hjá sér. Málið ég held og ég skil Rafli af því að það að vappin labbi í gegnum smókinn í 3v3 er ekki gáfulegt play. Eða skilur þetta sömulutinni virka en það þýðir ekki að séu góðir. Ég er að segja ef Rafli dreipur hann þá er allt í einu bara í 4v2 fyrir CT-unum. Já, þetta var, þannig að þú veist, Rafli er ekkert skrítið en ATHT í nærunum og það virkar og það er svo sem, ATHT gerði þetta eins og mútið veka, vinnur risastórt ránd, hann að 12-11 rándi í Dust 2 minni mig, þar sem hann lappar ekki inn í CT-smókin, en mitt gerir eitthvað svona öðruvísi, en meina Þórsararnir, þú veist, Rafli þetta, hann potið tristur auðvitað yfir sig en þeir eru 9-3 hérna yfir. Það er ekki hægt annað en að finnast þetta bara svona komist. Já, þetta er skrítið. Hvað er gera hér? Þeir eru með 2 smóka, molla og flass. Blikk er hérna taka stefnuna í 1 á B-leinið með molla og smók. Rafli lænar upp CT smók. Já, Blikk hendi bara í BXX. Spottar hann einn leikmann í 5-unni, það er Mozart sem að skaut nokkrum skotum. Þetta er mjög gott XX sem að snæri í raunina. Vissar með uspuna, ekki búin að hitta mörgum skotum hér. En gæti mögulega að halda kirkjunni, nei gera það ekki. Pandas, þeir vilja ná kirkju. Og eru 2 þar, Grensan, ekki par excellence og Tony með hauskotið og Pandas til hjálpar. Það er drive-by og allt í einu Viktor einn eftir. Loksins kemur eitthvað svar frá sögurunum. En P250 hjá Rafli krækja í bæði pistólinn. Já, hann krækja í bæði pistólinn og bæði pistólinn með þessi í CT-inu voru þeir með algjört rít og þarna í terrinu voru þeir með mjög fallegt, en svona góða pælingu. Þú veist, Blikk hendi smók fyrir fjarkan og svo molla í 5-una, þannig að ef þeir eru aftalegir þá verða þeir að ítast aftur, þannig að þeir ná í rauninni ekki að sjá neitt á sætinum nema þeir séu fyrir framann, það er eitt fyrir framann en þeir þurfa að vera alveg tilbúinir í þetta og tímasendingin og þó eru mjög góð, þeir eru komni framan í A-main þegar smókin er þetta, þannig að leiðu út búin að skipta vörninni aðeins þegar kemur þetta kall, Vizard er hana en Vizardinn er bara algjört akkeri, heitir einhver skoti og þá er þetta ógeðslega erfitt. Það var risa kill hjá Pandas á Vizard. Ef Vizard tekur það kill, næra sjöfl og lifa, þá er backupið að fara detta á stæðið en það bara hékk í rauninni alltaf á því sko. Líkt takkar hann öllitið ATHT niður. Virðist vera baitplay fyrir Dom. Nær Franki. Franki var ekki fallegt en stundu þarf það ekki að vera fallegt. Nei, Saga eru hérna force 1 MP9 á Viktor. Spurning hvort hann pussi áfram. Tony er að halda því og það er þá einmitt mjög frítt kill. Smókri Bjarka 2 í 5. Frökkin ekki að fara með þeim. Og takka ágætlega niður hérna. ATHT
gerir góðan skaða, en samt sem áður ekki vandamál og 3 frögg í röð fyrir Þór 11-3. Og Saga eru í rauninni spar hérna. Eða sérst, Jói, tempóð á þessum leik er alveg gigantískt. Já, það var svo sem við töluðum þetta fyrir, að þetta er bara það sem að þetta gerist þegar, þú veist, Þórsararnir eru bara svona góðir og þetta gerist þegar liður eru svona góð, bestu liðin, að þau eru, þú veist, eins og Saga eru líka góðir í Counter-Strike, þá er bara munurinn í því að vera orðin, já, það er svo fljótlega gert að verða bara svona ógnvænlega góðir. Þú veist, og svo eins og Þorsteinn talaði fyrir utan það að þeir eru bara nokkuð, ég er bara búin að vera mjög fest á hvernig þeir spila leikinu upp á það að þeir eru að henda bara mjög metastöf og þeir eru með, það er greinilega verið að kalla og pæla hlutunum ofan á það sem Þorsteinn sagði, þeir eru bara allir með 5 sturlaða gæja, sko. Þú veist, eins og bara Blikk og Pandas í endurinn og svo Tony, Rafli og Peter að klötsa, þú veist, ofan í það, þeir eru samt sem áður ekkert að gera, þeir eru að leigja hlutunum, þeir eru Já, til að vinna góðan skotkraft þá verður að skjóta verulega vel á móti. Saga eru inn í 4v3, eru það svona setja Tony leitar Rafli og Peter sem eru inn að 2 á A-inu, þannig að Saga eru svolítið óhefnu með það að þeir munu ekki vera með nógu sterkt stakk, líklegast þeir mundu vilja vera með fleiri. Peter finnur ADHD í gegn. Já, þetta Ósar þarf að vera lítur á flassinu, Rafli endrýjar og ég seti er fallið. Deiglunar hins vegar gætu bjarga. MP9 á Dom. Finnur fraggi, 2-2 grensan. Hittir ekki, hittir á dífjötu. En Rafli eiginlega kæfir þetta í fæðingu. Situr á 17-6. Já, Rafli er búinn að, eins og ég sagði hann þegar hann að brosa, sko, hann er mjög einbeittur og örugglega mjög svona in it to win it. Þetta er alveg aðstæðan sem að hann okkar inn, sko. Bara gæi sem er bara ungur og krækti í fyrsta titilin sinn frekar snemma og er bara svona einhvern veginn að sementa legacy sitt. Algjörlega Pandas konu P90. Mjög mikið iconic byssa fyrir Pandas. Hann er búinn að spila hana sérstaklega núna í þessu móti mikið. Hann á AC-inni á mótinu, með Ace í train á móti Hyper. Já, það var mjög áhugavert. Hljópinni. Verður hérna, þetta er B-main, Pandas með 2 upprampinn. Ég vil sjá hann fyrstan. Fyrstur inn. P90, 50 skot af pure terror. Og það er 2K á P90, nei, 1. Þetta var fallegt skot og þá er Wizard 1 eftir til að krækja í sigur í þessu mappi, 13-3. Algjört bust hjá Þórsurum. Við Þór núna eftir glæsilegt spil hjá þeim. Pandas, ég langar að æra aðeins aftur í þér. Þetta var svakalegur leikur, ég er bara ándjóks, ég hef ekki orð. Keyrðu þetta, hvað var þetta? 13, hvað? 3. Þeir unnu 3 ránd. Þeir unnu 3 ránd, ég bókstaflega bara vá, sko. Líka bara hver var á toppfragga hjá ykkur? King Rafli maður. Já. Og annað, ok. Þannig að svona leikinn núna, heldur að þið gátu gert eitthvað betur til að hafa þetta 13-0 eða er þetta bara fínt eins og þetta var? Já, þetta er almappir að þeir pikkaði alltaf og menn voru eitthvað svona kviti ykkur í að banna þarna frammi, sko, en það er bara fínt að við gátum pikkað á húnni og leiftum allavega að velja það og bara sýnt hvað við getum gert, sko. Og núna svona spurning bara, fyrir utan, töluleikinn. Það eru margir fram með að segja að þú lítur út eins og 14 ára drengur. Hvað finnst þér um það? Bara menn eru brjálæðir að sjá einhvern gutt að vera sjúkan í leiknum. Það er bara staðan. Hvað á ég að gera í því, sko? Þau eru bara með. Já, heyrðu. Takk fyrir þetta. Heyrðu, þá var þetta Þór. Núna ætlum við að skella okkur eftir smá yfir til sögu. Takk fyrir.
Erum við úti eða? Já, Þeir eru aldrei inni en alltaf við erum inni sko, við erum inni í arena og já, fyrir þá sem eru ekki að upplifa nákvæmlega þessa stemningu þá er þetta sjúklega skemmtilegt, það er gaman að vera hérna á þessum svona bara uppskýru hátíð kannski á Íslandi og það er stórmeistaramótið, það er pepp hérna og það er pepp í Þórsurum akkurat núna. Já. Ég skottaðist aðeins út í sal hérna og fekk með pítsu og hellingur af fólki og þetta er alveg hátíð sko, en já, þetta var one-sided. Já, þetta var það sem ég var hræddur við sko, þú veist, Þór máttu ekki rústa fyrsta mappinu. Saga, ég hef miklar áhyggjur af mentali hjá Sögu núna, þú veist, þeir þurfa þvílíkt mental power núna til að finna sér aftur liðin í leikinn, þú veist, hvernig ætlar að fara því þegar þeir pikka Ancient og eru að setja alla sínar vonir við Ancient, mæta inn og fá 1 eða 3 ránd. Við eigum sögustrákana til að spjalla við og já, Kassi er... Bara að heyra mólinni þeim. Já, það er nefnilega nákvæmlega þannig. Skal ég sé rétt að mér þetta Red Bull? Heyrðu, já, núna erum við hérna með Sögu. Ég ætla bara að spyrja þig aftur. Þú veist, hvað gekk eiginlega bara illa í leiknum, þú veist, ég ándjóks veit ekki alveg, ég horfði aðeins á leikinn og bara, ég var aðeins týndur, þú veist, það var ekkert að virka hjá ykkur. Nei, við vorum bara kaldir, komum heitar inn í næsta leik bara. Já, ég, þú veist, vonum það við náttúrulega komum hérna að horfa á svakalega leik, þú veist, ég sá alveg nokkur play hérna, þú veist, þetta var náttúrulega líka misjafnt hjá ykkur. Hvað, þú veist, erum eitthvað plan fyrir Anubis? Við erum aðeins heppnari heldur enn í síðasta leik, það er byrjunin. Heppnari? Já, aðeins heppnari. Ok, svo náttúrulega eru þið núna, hver var að pikka mappið? Þetta er þeirra mappík núna. Þannig að við sjá hvor megin við lendum. Það ok, þannig að Þór er að fara að pikka. En þá er bara svona spurning núna frá sal. Af hverju heitir það ADHD? Ég veit það ekki, sko. Er ekki neitt bara kringum þetta, bara... Ekki sem ég veit það, sko. Það kom út að hann ADHD. En heyrðu, strákar, það bara hlakkaði til að sjá næsta leik og vonandi gengur ykkur betur. Takk. Takk fyrir. Þá erum við með þetta. Núna ætlum við að fara og skjótast yfir. Aðeins meiri stemning í söguleginu heldur en ég hefði svona búist við. Já. ADHD brattur. Já, eins og Þorsteinn, mentalið má ekki að það veri ennþá verið ef við verðum sjáðan það í gólfinu, sko, þá verður þetta ennþá hættulega, sko. Allavega halda sér aðeins léttum og hann er ekkert annað hægt til að tapa svona stórt, þú verður bara að shrug it off og vonast bara að það hafi verið eina er eins og við höfum talað að Mirrats og Núk hefði verið mestu sénsarnir. Mér finnst, Þorsteinn sagði, þetta er mjög sérstakt að þeir setja vítóð upp svona því að Sko, þarna, eitt sem ég finnst áhugavert áður en við gerum upp leikinn og tjekkum á statsa og svona, það er þarna, það voru sénsar þarna. Það voru virkilega sénsar í nokkur röndum. Já. Þú veist, þetta eru náttúrulega, þú veist, við segjum núna, ok, þeir þurftu að vinna Ancient, en þetta eru náttúrulega í endur þetta degi 2 pögg. Þannig að hvað sem mig gæti gerst í Anubis alveg eins og í fyrra á stórmeistaramótinu þegar Saga vann Þórið mitt. Þannig, þú veist, mér líst vel á fyrsta ganunandi á Sögu, það sem við rössa æðið mitt eins og Jói kom inn á með að, þú veist, venjulega byrjar enginn A, það var flott, þú voru þeir óöfnir, eða þú veist, óhefnir, þeir lendi bara í pandar með degluna þarna í fjórðarlandi. Svo reyndi að rössa B, þú veist, það bara ekkert var að ganga upp hjá þeim, þeir reyndi að rössa Cave á blik og hann draf bara 3 og þannig, þú veist, þetta var erfið byrjun og það er erfitt að byrja í terr í Ancient, en við verðum að muna það, þetta er best of 5, þetta er marathon, þannig við fáum bara að sjá hvernig þeir responda á Anubis, því Anubis þeir fá að byrja terr og nú sjáum við, þú veist, eru þeir að fara að mæta inn brotni niður eftir þetta mappi eða ætla að mæta inn, þú veist, ok, herri, bara nýleikur, gleym setja mappinu. Kóttu með einhverja cold hard facts, Jói. Statsarnir döttu, strax inn, Rafle með... Ég sjátt þetta á frak.is. Já, við erum með þetta bara live, Rafle endaði með 87, 103 ADR. Það er áhugavert að já, þetta er náttúrulega algjört stomp og að einmitt Wizard og Mozart er að vera með 7 og 6 kill, Dom og Viktor frakka fyrir ofan þá, þannig að þetta var alltaf að fara að vera þungbrekka og svo sem bara eins og leikurinn spilaðist, en það var aðalega alltaf Rafle og Pandas voru sérstaklega tímbil voru bara ekki að deyja í CT, sko. Það var eitt ránd, þannig að ránd 7 sem var mjög mikilvægt. Ég held að Viktor fekk entry frag með að spamma í gegn, ADHD boostar og
Peter rífragar hann ramp og Pandas pússar og Donut og dreipur 2 í miðju. Já. Þú veist, þarna eiga Saga, þeir eru konum með 2 pick, þeir eiga ekki að, þú veist, gefa sér núna, sko. Þeir bara rusha upp rampinn, Peter dreipur einn að lifa, og svo eru þeir caught off guard af Pandas og pússar og Donut, sem á aldrei ekki. Mér langar að vita hvað að gerast þannig í middinu þegar það skiptist bara Pandas sem að spreyja 2 kassa, Já. hvað þeir að vafra þarna í middinu mitt eftir 2 endri á B-inu. Þeir þurfa að vera rólegri, eða skilur strax. Þeir þurfa bara að vera tilbúnir í þetta, því þetta eina sem Þór getur gert til að komast inn í nándið er að pússa. Og ef þeir eru ekki tilbúnir í það púss, þá eru þeir ekki locked in, skilur. Þá eru þeir bara, ég veit ekki hvað er að spá í. Og þó svo voru ekki eins og lengi, þetta gerðist bara, ef við hort á klukkuna, þá er það í rauninni fáránlegt að það verið 5-3 og svo bara 3-2, þá var rauninni 3-2 fyrir Þórsarana, eftir bara einhver 2 sekúndur. Þú varst ekki búin að sleppa setni þegar þetta gerðist. Nei, og það er, þá er þetta mitt, gleymist þetta í, þú veist, eins og ég talaði fyrir leikinn, þeir munu fá þetta, þeir verða að konverta þetta. Þeir gerða þarna einu sinni í seinni rándinu, en það var samt sem að þeir kláruðu þar, en það, 5-3, þú átt að klára þig bara í 99,9% tilfellina og bara 100% ef þú ætlar að vinna leikina þeim, sko. Já. Mér varst bara eftir þetta 5-3 ránd, þú veist, þeir voru 5-3 í 2 sekúndur, þú veist, ADHD fær pikki long, svo hlaupar upp banana, 1 deyr og svo bara pússar á ásútu þriðbanana. En svo eftir það ránd, þá fannst mér Saga bara svona, ok, nú rössum við bara upp rampinn, skilur, og þeir voru bara að rústa þar. Þeir voru komnir þá mitt 7-8 undir, þannig þeir gátt alltaf kippt. Já. Þú var með 3 AK og 1 gali en diglu eitthvað svoleiðis og þá er svo rosalega auðvelt að kalla hraða, þú veist, vona að þú grípir þá með buxurnar á hælunum. Það eina þeirri sem ég sagði að finna, eða þeir hefðu kallað Bjerus í seinasta rándinu, það hefði það virkað, af því að Þórsarnir voru að fömbla vopnunum, sko, Já. og bara hort á radar þegar þeir voru að koma í hurðinu, þá var bara enginn á B-inu, sko. Já. Þeir bara meiga ekki, þú veist, þeir mega ekki vera klaufar í þessum leik. Það er klaufalegt að þeir tapir svo anti-eco-ið þarna í 4. rándinu. Það er klaufalegt að þeir tapir svo 5-3 og þeir tapa þeim báðum og þá eru þeir komnir í bara 7-1 og þá dættir Mórallega niður og þeir eru bara, þú veist, tapa 13-3. Þetta hefði getið verið miklu tæpara, en hefði skiptir engu máli í svona leik. Þú veist, þú verður að taka þessa sjensa, þú verður að, þeir eru ert í 5-3, þú verður að vinna það ránd. Þeir eru ert á móti Lilley Bissum, þú verður að vinna það ránd, skilur. Og sér shifti hann að þessi, þeir komast í 2-1, tapar rándinu þetta, þeir eru ekki tapað því, þá er 2-2, þá er Þórsarnir konur í spar, getið eitthvað svona, svo þeir eru unnið þetta 5-3, 5-3 var í full gun rándi náttúrulega. Já. Það er líka, það er það stóra. Það er í full gun rándi þar sem þú tapar niður 5-3, það er rosalega stórt, sko. Þannig getur þú konverta momentinu algjörlega yfir fín og svona Þórsararnir fara að efast kannski smá. Af því að þeir voru alltaf eins og tókum því að peningurinn á Þór bólkina aldrei, af því að þeir voru yfirleitt alltaf að náða að drepa 3, en það er ekki bara nóg, þú veist, þú þarft að ná einhverju rándi og koma einhverju á bortið, sko. Og Saga byrjaði þetta líka perfect, skilur. Þeir eru unnu fyrsta gunnáttið sem þeir þurft að gera. Þeir koma svo í ránd á móti Lilley pening og þeir eiga að vinna það ránd og þú veist, að þetta var forsandi Þór. Ef að Þór hefði tapað því rándi þá verði þeir uspur. Þá verður það komið upp í hvað, 3-2 fyrir sögu. Þá verður þeir komið í lítið, en í staðinn að þeir tapir þessu eina litla rándi sem bara 1 ránd, það snowballar í 4-5 rándi viðbót. Svo kemur 5-3 rándi, þá er næsti séns. Svo er því líka, þá snowballar þetta í 13-3. Þetta eru 13 ránd, en þetta eru oft bara 5-6 ránd sem eru pivotal. Hinn rándin bara svona treytast og eitthvað. En þetta er engin heppni á Þór. Nei. Þetta er Saga að klúðra. Já. Þetta er ekkert eitthvað svona að ég hefði þetta bara gerst. Nei, þeir að gera betur. 100%. Þú veist, þeir verða að nýta þessi tækifæri sem þeir fá. Ef þeir gera það ekki, og við sjáum þetta í Anubis núna, þá verður þetta bara rúst. En ef þeir taka þessa sjensa, ef þeir vinna anti-ecoin, ef þeir vinna, þú veist, manandi rándið sem þeir eiga að vinna, ef þeir nýta, þú veist, endurinn sem þeir fá, þá getur þetta orðið leikur. Að því að meiri segja þannig í þessum leik, eins mikið á peintum Þórsson sem miklu hefur, þá þurfa Saga þurfum þetta að vinna rándin sem þeir eiga að vinna, þá þurfa þeir eiginlega líka að vinna bullshit ránd. En þeir verða að byrja á að vinna rándin sem þeir verða að vinna. Það er svona grunnurinn, og þeir eru strax í Anubis sem þetta gera það allavegna, þó þeir sem er tapileiknum, að þeir tapunum allavegna þannig að þær unnu ránd sem þeir áttu, eftir þennan leik er þetta alveg bara svona ógeðslega leið, þú getur ekki hort á neitt í ákvæmt, eiginlega. Þú veist, fyrsta gunnándi er fínt, en þá farið inn á frían bombsettin, skilur þú er gott rít þar til dæmis allavega, svo klárar að hálfleikin ágætlega, en þú klárar hann samt, þú veist, ágætlega en svo bara tapar honum strax, þú veist, þeir töpuð pistarondunum mjög svona punching, bara skítöpuð. Það er oft erfitt, sko. Það er líka ekki gott sæn fyrir náttúrulega mapp, þú veist, ef að Saga getur ekki unni pistarondi í svona leik, þú veist, þeir verða að vinna pistarondin. Af því, þú veist, þeir eru á móti betra liði með betri individual gæðum og þeir ætla líka að tapa pistarondunum, þá eru þeir alltaf í disadvantage í öllum öppunum. Þú veist, það verður alltaf að taka þvílíkt comeback. Þú veist, þeir verða að vinna pistarondin allan að einhvern tímann. Þeir með ekki tapa báðum í öllum öppunum. Þú veist, þá er þetta bara alveg búið, sko. Á þeim orðum þá ætlum við að kíkja yfir í Anubis. Næsta mappið og
erum við aðeins bjartsýnari hérna á að Sagan á að gera betur eða erum við, já, ok. Alls ekki. Bara því nákvæmlega. það er ekkert sem segir til þess. Það er alveg rétt að Þorsteinn. Þú veist, við þurfum bara að vera honest með það sem við erum að sjá. Það sem við sáum í Ancient var bara það sem við heldum að vera að gerast og við búið að raungerast í mótinu svo mikið að þú veist, þá er þetta bara, þú heldur náttúrulega, þú ert að betta á rosalega heimskulegt að gera hitt, sko. En á móti, þá þú veist, það er ótrúlega erfitt, sérstaklega Ancient, að byrja í terror. Sérstaklega voru þetta ekki lið með fullt af ströttum, þú veist, við vitum að Saga er ekki lið sem búið að vera inn á server og finna upp nýja smóka og executes og hvernig er þetta defaulta. Þeir bara spila face it, skilur, alveg sem við Þór. Nú er það öfugt. Núna byrja þeir í terror og núna þurfum við að sjá þá bara byrja vel, skilur, við verðum að sjá það og ef það gerist, hver veit, það getur allt gerst. Getur að gerst og mér finnst einhvern veginn eins og Saga fungir betur þegar þeir fá auðveldari leið til að fæta eitthvað map control, þú veist, við sjáum það í Nuuk úti, þeim finnst ógeðslega gaman að fæta það, mögulega Núbis með vatni á miðjuna. Fróðlegt hvor þeir byrja í Núbis af því að þú veist, það er Væntanlega terror. Já, þeir væntanlega byrja í terror en aftur á móti samt líka oft betra að byrja eða CT picki en þeir ætti að byrja í terror. Ef þeir byrja ekki terror þá er þetta í rugli fyrir mér, sko. Nema þeir byrja í CT og ná í CT áleik. Það er en þeir ætti alltaf að vilja það væri alltaf erfitt, sko. Þeir verða að byrja í advantage núna. Já. Við skulum kíkja í fallega Egyptaland og tjekka hvort að Saga geti komið tilbaka inn í þessa seríu. Já, Saga verða að gera betur hér og eins og við sjáum þá eru þeir að byrja í term. Molli kemur þetta upp í 5-una, áhugavert move þar. P250 er að taka fætt þetta við Tengi. Rafle, hann ætlar ekki að sitja á sínu. Geggjuð grensa. Ertu ekki að grínast á þessu liði? Það er einnig stiga. Það er í með grensu hérna. Já, hann var með molla á grensu, pantaði sann hann að stoppaði rössið og var svo klár með grennu með því stíðan til strax að sjá hann að spotta. Viktor með entry, Tony, stangallagur prins, jafnvel kongur hérna á þessu B-sæti í Anubis. En kemur litlum vörnum við akkurat núna. Viktor með Tony þá tilbaka og Faro og Blikk fellur. Þetta er nákvæmlega uppskriftin sem að Þorsteinn var að tala um. Já, en það virðist vera alveg til fjandans eða hvað. Rafle núna langbesti leikmaður Þórsara, einn eftir á móti 2. Engin kit, þannig að þetta verður mjög erfitt. Tengi, Jiggly kemur, Mozart takkar hann öllitinn niður, Rafle leitar að frakkinu en þetta gæti endað illa en eins og talar ekkert kit en það eru $300 þarna í boði. Hvað er í gangi? Æjæjæj. Saga takkar rándið allavega. Já, Saga takkar rándið. Rafle er hins vegar að banka smá pening hérna, $2.900 á honum. Já, með P250, það er spurning. Hann á líka alltaf negi 100 body armor. Nei, getur ekki verið. Já, hann var hittur í body armor. Já, hann var ekki bara dinkað, já. Hann á ekki 100, hann getur ekki uppgriðað. Hann kaupir svona Colt. Colt og lítinn armor. Digla, MP9 og það er strax reynt að pressa Sögu niður. Já. Saga með 2 AK, 2 Galil og 1 mökku á ADHD. ADHD hendir þarna strax Farosmók. Þetta á að vera flash. Þetta er flössin fræga flash-playið í miðjunni. Setur alla pressu í miðjuna. Pandas, það verður samt að ná fröggunum á þá. En þeir komast úr þessu með Pandas og 13 HP og 2 mönnum í yfirtölu. Svarið okkar er komið samt. Það voru mikið af flössum tók ég eftir á B-spilunum, sko, þannig að flössin eru 100% að koma annað frá B-inu líka. Já. Þetta eru sko, þetta er geðveikt play af því að þeir eru sko að í rauninni bara klárir að flassa með sitt, þú veist að hann Panda stendur á brúnni þarna í svona 7 sekúndur að taka mismunandi angul, alltaf þegar einhver er að fara að kíkja hann, þá flassast þeir. Þetta er náttúrulega bara sturla play, en þetta á ekkert að koma Sögu óvart. Þeir eru búin að gera þetta í hverju einasta Anubis mappi. Þetta er svo snirtilega gert. Þeir eru búin að missa 1 leikmann.
og eru allir að fæta í einu. Viktor, það voru bara Diglur og MP9, bara AK, Colt, Galil, 1400 á öllum sögumönnum. Já. Þetta play á ekki koma neinum óvart, ekki neinum. Nei. Bara, chillum bara eftir því að þessi flöss byrja að fljúa, við vitum hvað að gera. Hann stendur á brúnni. Þeir eru með þess að undirbúa sig í brúardóta því að Ati Hátís hendir strax Smoke Faro. Hann í rauninni stoppar á svipum stað og Peter bara hann hægra megin hendir Smoke sem hendir Faro þannig að þeir ætla að reyna að fara í middið og fara í þristinu rugla sko. Það er hugmyndin þeirra. Það er þess að hratt í middið. Geggjugrænda. Blikk með 1, blikk með 2. Að lifa líka hérna. Já. Kemur Molli. Þetta gæti búið til round. 2v2. Vistart nær að hlaupa hérna og pick up smoke. Þetta er orðið bara... Þetta gæti verið vesen. Þetta gæti verið vesen. Það er svona helsta fyrir... Jú, þeir eru með... Nefndu, hvoruður er með armor, þetta ekki? Stóran armor. Já, stóran armor báðum. Bá hvað hann týndur hann í jáleinu. Já, þeir fórsöðu þetta. 1 komin í heaven. 1 komin í heaven, snæði. Nær hún En hann niður. Slapp upp, 1 á móti 1, Peter á móti Vissard. Vissard gæti gert þetta þægilegt hérna, en nei, Peter alltaf þegar þið þurfa að einhver standi upp í einhverju svona vesinni rándi, þá er Peter tilbúinn. Mjög fáir spilar jafn reliable í 1v1 og Peter skal ég segja þess. Þetta er bara eins og diesel 90 cruiser 40 tóma dekkjum, kemst allt, eyðir ógeðslega miklu. Það er ógeðslega dýrt að bjóða Peter út að borða Diglur aftur hérna á Saga. Engin armor núna. Ati Hátís virðist að spara fyrir vappanum. Já, hann gerir það, þannig að þeir ætla að vera með vapp í næsta rándi. Rafli komin á sinn vappa. Hásbreytt frá því að krækja sér í annar rándi sitt, en byrja þetta á Diglum og leita. Bara dreifður mappið. Ati Hátís fallinn fyrir Pandas. Pandas bara aggressífur inn í A-lobbyinu. Lína þarna upp í 5-una. Þeir eru bara að hönda. Pandas kom með dóm núna. Alltaf er þessi samt að finna eitthvað skemmtileg frögg. Þeir fá alltaf sensin á Diglufröggunum sínum. Dundraði nú þessum vappi eitthvað í burtu. Það er bara lang best. Þetta er 3v2. Þeir eru, gæti verið séns. En eftir þeir eru ekki með bombuna. Viktor kemur hérna. Gæti verið stiga. Takkar hérna blikk örlítið niður. Eiga samt hauk í horni á pöndunni. Kemur þarna. Ég er bara svo rosalega hrifinn að því að drulla þessum vappa í burtu. Ef þú ert ekki vappi, þá ertu ólíklegur. Já. Æ, ég veit ekki. En svona er þetta 3-1. Áðan ég Viktor alveg, þeir eru út í 1v... Það er mjög sem hvenar þú... Í 1v2-unu í Ancient áðan, nei. Síðan viltur líka sérst ekki í rauninni sína uppgjöfuna líka að vissuleit. Ekki bara ekki fyrir þeim heldur líka vinnu, eða skilur að liðið, þú droppið vappanum af því að þið haldið að þið munu alls ekki vinna randið. Þó að þessi rétt hjá þér, auðvitað, oft er þetta bara réttastar freyið. Það bara er oft erfitt einhvern veginn að Vissarnir hérna fyrir degja því að Tony er fyrir framan. Nei! Og þetta er pláss. Þetta er pláss sem að Vissard finnur. Þetta er mjög cool play. Þeir hendu smókinu í íbóksið og svo molla fyrir framan. Þannig að hann basically ítist inn í íbóksið til hans. Peter, hvað er á seifi? Dom er tilbaka, leitar að Peter. 2 risastóriðna í röð frá Dom. En blikk með 2. 1 á móti 2 samt á Rafle. Gerum það 1 á móti 1. Vapparnir berjast gegnum smókin og það er Ati Hátís. Glaður þarna, öskra sína menn í gang. Og það er 3-2. Það munaði mjög litla þarna að Rafle næði að flikka til hliðar. Og ég held einmitt að Rafle myndi bara strax horfa á smókina. Því að Ati Hátís bara strax sogaðist inn í hann. Og gerir það í rauninni alltaf. Sogast í átt að smókunum og fer í kringu þá. En það er líka alveg tilefni til, þú veist, Rafle verið á vappa og já, gerir þetta snildalega að skipta þarna yfir á M4 en hann ætti að heyra svo sem í droppinu. Þetta var Deglu. Ekki?
Var það? Var þetta ekki Akor? Nei, ADHD var ekki með vappa. Hann hefði átt að ég sagði henni að spara fyrir vappa þegar maður glokkan. Ég minnir þetta hafi... Nei, ég hlýti að vera rugglast á rándum. Það bara... Skiptir ekki... Jú, það skiptir ekki. Þórsöldin er svo lélegan pening, veist. Eltingarnir verður múin að stakka honum betur. En, allt í lagi. 3-2, Þórsöldin er konum með 2 entry í lélega kaupinu sínu. Hann á glokku og rest á deglu var þegar þeir pikku upp vappan. Já, það er rétt. Einmitt þegar sem við sarði hérna í mittinum og já, þá. Hittarandi var bara kaup þá, núna. Já, það er rétt, ég tók hérna á e-box playið með Akane. Mjög cool play hérna hjá þeim. Svona alveg líka vera með hann smók hérna, hann er svolítið, þetta er öðruvísi smók sem hendur hann Virðist vera með svona skemmtileg svona play inn í rándinu til að reyna að opna það. Aðeins meira heldur en í Ancient Dom. Entry Dom, þetta er einhver new wave. En þetta er drepið í fæningu. ADHD 1 eftir og 1v1 á móti Riffil á Blikk er ekki góð skemmtun. 4-2. Þórsarnir taka alltaf tilbaka rándið einhvern veginn, það sem að Saga má ekki við þurfum svo mikið fyrir hennan leik að Saga fara að taka, Saga eru mest búin að taka 2 ránd í röð. Það gerist í Ancient í lokinu á hálfleiknum, þeir hafa aldrei annars tekið fleiri en 2 ránd í röð. Við þurfum það virkilega í gang. Af því að það sem ástæðan fyrir þá er Þórsarnir alltaf að vinna einstaka svona type round swing-rándi, bullshit-rándi sem við töluðum á hann að Saga þurfum líka með þegar. Þetta er svo snildalega gert hjá ungstirninu. Double spraytan á honum, ADHD liggur í valnum og Blikk með 3 í þessu rándi. Viktor 20 sekundur búinn á rándinu og hann er 1 eftir. Og þetta var ekki rush. Rafleg klára þetta. 2 á honum, 3 á Blikk, 5 ránd í heildina. Og enn 1 kaupið á Sögu. Já, kaup hérna eins og 3 galílar. Þannig að þeir eru að... Maður býður alltaf eftir því, þú veist, að þeir byrja að pæla í því, þú veist, út af því að Saga hefðu gert örlítla heimavinnu og tekkað á hvernig Þór finnst gaman að byrja rándin sín. Því að þeir byrjaði alltaf einhvern veginn. Og gætu þeir einhvern veginn countera það. Þarna voru þeir til dæmis að reyna að countera þarna pushið inn í B-lobby sem það hafa verið að gera ítrekkað. Það var reynda verið að gera það á örlítið lægra kaupi heldur en akkurat núna eru full. Viktor samt nær Rafle. Kill í middinu. Rafle ekki nú smók vantanlega. Vissjald leitar þurfa þennan leikmann í gang en Viktor er kominn með mjög gott. Sko, Saga eru komni með frábært map-kontról hérna fyrir X-ekki sitt. Allir með B-bombsettin gjörsamlega en... Eiti Pitsu, það er Peter, heldur lífi. Úsart finnur samt... Þeir fara ekki á alla. Þeir að fara í 4 og 2 á B-bombsettinum. Finna Peter aftan á og þá er Pandas 1 eftir 1-3. Menn einhvern veginn kantar aldrei út. Kemur frá City. Þetta er hérna, svo sem eins og við talaðum að Saga voru konin í þannig postur þarna eftir að Viktor fara endrið og þeir eiga e-box og fremst á B að þeir, sér að Þórsarnir eiginlega gerðu vel þessi að þeir náðu þessum 2 kilum að 2 gæðir. Þetta er svo erfitt. 100% og þetta var bara ákaflega vel gert hjá Þórsverðum að koma þess í, já, ná 2 frökkum að það og ekki söguna meir. Smá hætta í rauninni að það var ennþá smókur fyrir B-endrisinu, B-lobbyinu. En fyrir utan það þá bara frökkin kom úr rétta staði og þeir héldu merkilega lengi lífi. Algjörlega. En samt sem áður þriðja rándi hérna. Við talaðum að vinna ránd í röð, ekki bara öll, ekki búin að treyta hérna, við erum búin að treyta alveg fram og tilbaka hérna. Þórunu, Sagaðinu pistól, Þórunu second, Þórunu third, svo, já, Þór komst í 3-1 en síðan þá erum við búin að treyta bara alveg til liðar. 3-1 og þannig erum við búin að treyta 1 ránd á haus alltaf og hérna eru bæði liðin ástæðan fyrir, og þá er það gerst hérna, bæði liðin eru hérna kaup en í rauninni búin með peningi sinn fyrir utan 1 spilari sem á 2.000 kall einhver. Þannig að... Peter með sparabögin. Það er vatnagressum frá Þór.
Atlas heldur áfram í vatninu. Taka gott map-kontról á móti. Koma hérna, Mjög. kom ekki henni þristin Jói, þetta gæti verið vesinn fyrir A-sætið, samt 2 komnir. Þeir eru samt að bomba þeir bakka, þeir þurfa í rauninni að bakka þetta bombinu, þeir eru samt búin á killinu. Og þetta var mjög cool opnun hjá Sögu, það var eins og þeir verið alveg tilbúnir í og þeir eru að taka B-bombsetinu frítt. Þetta frábært midround call hérna hjá ADHD. Góður molli í Faró, Blikk, missir hérna HP, þurfa að taka entry í gennum CT, Smokur komin í Faró, geta... Þetta sturlað þungt retake. Þetta bara, hérna tvisturinn og 8 fætinn og mínimappin mikilvægur. Já, það í rauninni bara upp á rándið og Peter stýrar hann, þetta tilkall til ránsins. Þetta minkar map-kontróli töluvert fyrir Sögu, þurfa að fæta inn á sætinu. Dom og Wizard með 2 tilbaka, Peter líka og Rafle hörfar. Vappin reynir að halda lífi hérna, quickskopið virkar ekki og núna þarf hann að hlaupa í burtu. Þetta 4. rándið fyrir Sögu. Mikilvæg að Saga hérna að taka 2 í röð núna og setja Þórðaramenn í spar. Rafle döður, missa Vappan algjörlega. Hérna eru Saga að koma sér inn í leikinn. 5-4, Þórðaramenn þurfa að spara. Hitt á rétta staðinn til að ná map-kontrólinni í miðjunni. Já. Geðveikt midround call. Mjög flott rotate. Þeir eru fatta það að þeir eru búin að fá þarna allt stöffið í middið á móti sér. Enda þeir líka ógna sko bara eiginlega út þristin. Vísar í þristinum þegar CT hann spotta, þannig að þeir fatta þá að bjeka inn sér en þeir ekkert á bínu, þannig að þeir eru ná að skipta þangað yfir í algjörlega open side og það er mjög erfitt eins og tölum fyrir Þór að retaka það. Gekkju grensa þarna á Tony og Blikk sem að koma út B-sætið með, 4 að grensa þarna. Spraydownið geggjað. Mozart með 1 stykki, Sinfoníu og 3K, 1 eftir, reynir að hoppa þarna og text það en á fótum fjör að launa. Wizard með 1 og þá er Rafle vita hvar hann var niður komin rétt áðan, á ekki koma neinum á óvart og geta ennþá entry að bara B-sæti komið bombinu niður og klára þetta round og jafnað leikinn. Já, nema Rafle ná að uspa Dom, grípa AK. Þetta hefði geta verið, ef þeir ætla að fara í gegnum chokepointin þarna hefði það geta verið vel hættulegt. En 5-5 og Þórsararnir geta keypt hérna en það er bara jafn leikur hérna. Saga í terrinu og er búin að taka 3 ránd í röð. Þurfa eiginlega að taka 2 seinustu rándin hérna líka að því að við tölum þetta tersettet map. Þórsararnir sýndu okkur það einsinn að þeir eru klárir í hraðan og eru fluid. Samina. Mjög. E-box-smoke og hús-smoke frá Saga allavega. Verið að henda Jutili og þeir og ætla. 3 inn í miðjuna, ADHD var að leita. Engin vappi á móti þannig að hann hefur advantage upp á það. Treytað Jutili út allt mappið. Svo sannarlega, Viktor fer inn. Hörfar aftur út. Þór alveg tilbúin að gefa tengið. Viktor hörfar úr því. Smokur til CT. Nei, kemur GX-ek. En bomban er bara rétt að lenda núna. Þeir eru 3. ADHD svarar en Tony situr í Apex, svarar. Þessi smoke getur verið mun betri. Það getur lent upp á og þeir eru cover allt Apexi þannig að þessi fight á ekki geta gerst. 2 frögg sem koma úr honum þannig að vera að setja út á það hjá Saga þarna. Með þægilegt fragg þarna, aldrei að fara að lifa þetta af hann Viktor. Þá er Dom 1 eftir bombun á bakinu, vissulega. En þetta ætti alltaf að vera þóttsránd. Fær Arifan Lapparinn áfram bína, fær hann algjörlega one fight. Tvisturinn er enda að skipta sér yfir en og Tony er í þannig pósa að hann þarf nú virkilega að Dom fara að drífa sig og einmitt rífa hausinn á honum en það er komið backup til Tony einmitt þannig að hann getur farið að einbeita sér einu anguli. Þegar Peter getur haldið hérna. Styrklindur er hann. Alvöru flastað maður. Alls ekki fyrir hann en það grípur hann og hann skýtur byssunni þegar hann er að reyna að skipta sér eitthvað til. 6-5. Já, 6-5. Það er hins vegar eiga peninga því þeir eru unnu 3 í röð þannig að það er fyrir þá kostur. Geta tekið hérna. Gert að 6-6. 6-6. Það er allavega byrjun fyrir þá. Eins og við höfum talað mikið að Þórsararnir ánæðir með 4 ránd
í rauninni í CT-inu alla jafnan og allt ofan á það bónus þannig að þeir geta verið komin í mjög fínan bónus hérna, komin með 2 ofan þessu 4 Rafli kíkir í pík og Rafli sér ekki neitt og þeir eru komin alveg út B, þeir eru búin að stoppa mitt, þeir eru mollaðar í middinu, mollandi hjá Saga í rauninni stoppa þá alls og sjáðu þristinn, hann að klíra mappið algjörlega. Flassið gott en hann kemur ekki, hann fer ekki út úr smóknum, Mozart fyrir samt fraggið. Ekki hjálpinni, Wizard með tilbaka, 1 eftir samt sem áður. HT ekki með bombun á bakkinu sem gott, droppar hann niður, vappaskotið, Geigar. Hvað á sér, það var glokkukill. Tony 1 eftir á móti 4. Ekki vera möguleik hérna fyrir Tony og Viktor sýnir það nákvæmlega 6-6 í hálfleik. 6-6, algjörlega Saga allavega fighting back eins og maður segir og einmitt Wizard að toppfragga fyrir þá. Það var það sem við þurftum og Mozart búinn að taka hérna 1 eða 2 round á gæt. 6-6. Pistol fyrir sögu væri gulls í gildi hérna. 100%. Pistol og conversion eða það sem þeir þurfa. Og Mozart taka móti í miðinni aftur. Gott ef þetta var ekki Peter sem að hendir util komponensinu í miðju. Þetta stratti sem þeir hafa verið að runna. Við töluðum um að smókja Peter mástu. Já. Þannig að þeir komið Mozart og þetta ekki séns. Já, eins og þú sagðir að Saga hafa greinilega ekki einu sinni, þú veist, bara skrifa niður hvað Pistol gera oftast, þú veist, þannig að þannig hefur geta verið algjörlega tilbúin í það meira virðast vera að tapa rándur engan á lífi. 3 glokkur að hönda bros á blikk þarna. Já, þarna eins og segja, við erum að kalla það út að Saga, ég myndi alltaf halda að Saga eftir að vera bara með klári með stakkið á æð, þú veist, Þórir er búin að runna þetta stratt núna allavega, við erum búin að segja það 2 svar. Þú veist, þannig allavega treystu því að vissul, eða skilur já. Ég held þú verið að reyna að gera eitthvað saman hvort þú gerir stakki í kringu eða hvort þú lappar einhvers staðar annars staðar. Já. Og vilt alltaf reyna að gera eitthvað í kringu en ekki bara þannig að þeir stiltu sér upp. Bara, þeir voru reyna bara allir einn í hverju possu, mjög standard og það bara gjörsamlega fór hann niður. Þórsarni virðast vera með mjög líka þess að þetta ekki bara A, þetta A upp í þristinn með glokkurnar að hlaupa, þú sér, það alltaf gaur að hoppa og þeir eru að halda áfram þetta rétt með glokkurnar, þannig að það meiri pæling og bakvið heldur en bara einmitt Peter hendur þessum smóki mitt til að halda þristgæðunum uppteknum, þannig að þegar þeir koma æðandi upp þristina þá eru þeir runni begge blans, á ég að halda þristinum, á ég að halda middinu. Þannig að þetta er cool pæling að Þórodna og það þarf styrjunni ekki meira en þetta, þessi eini smók en þeir eru að pottet, þetta er mjög sérstakur smók og það er að nota mikið í kringum hann og það er auðvitað að gera gameplay oft í kringu þannig, bara vera með eitthvað svona gameplan þar sem þú hendir einu smók og bara gera alls konar í kringum hann því þá kunna allir hann eða svona eru comfortable með hann og vita hvernig þeir geta verið að spila í kringum hann. HT hérna dottinn út, það eitthvað verið að skrifa í chat þannig að Já, við finnum út af þessu ASAP og það ætti svo sem ekki að vera vesen á okkar allra bestu tæknimenn í þessu akkurat núna. En þú veist, sénsarnir sem að Saga geta búið sér til hérna CT-megin, þeir eru töluvert færri heldur en þeir hefðu geta gert termegin og erum við ekki að tala að þetta bara clear advantage. Þeir eru konur í ter, við vitum að það þú veist, betra sæti í þessu mappi. Þósarar yfirleitt gríðarlega góðir termegin líka, virðast vera bara mjög skrappi og góðir. Hvað geta Saga gert þarna til að koma sér inn í leikinn aftur? Þeir þurfa náttúrulega bara að koma sér strax inn í hann einmitt í gunrundunum, vinna þau líka ekki, þú veist, að það sé bara alltaf 1 eða 2 að lifa, þeir þurfa að lifa svolítið margir, þeir þurfa aðeins svona að bara stakka pening og ná þessu í gegn svolítið svona clean. Það er algjörlega svona þartamótið Þórsarunum sem við sjá þegar þeir tapa flest ránd, það þegar menn ná þessum rándum sem að 3 lifa og þau grænda nokkur ránd saman eins og gerðin í fyrri, þar býrðu til, þú veist, einhvers konar, þeir ná 3 rándum í röðum, það helmingurinn af rándunum sem þeir ná, það þessi 3 í röð sem búa til hennan smá buffer. Þannig að Jóti komin inn,
Vonandi hefjast leikar eins fljótt og auðið viljum halda áfram með þessa veislu, en við minnum að sjálfsögða á Red Bull Award Showið. Það verið að gefa fullt af dóti hérna niðri að reyna í kvöld og síðan ég og Jói hérna upp á sviði og eftir alveg gjörsamlega trilltir með eitt kattan í hönd og það fer eftir í hvaða kalt. Það hérna Saga ætla að spara hérna. Þeir ætla að spara og þá í rauninni kaupa í næsta rándi $4,000 kaupið cirka sem svona hægt að púsla saman í einhverja riffla, eitthvað smá stöff, en það er létt kaup Vissardóttir núna. Það bara verið að skiptast á dett út. Já. Ekki gott. Já, síðan náttúrulega líka verið að gefa skins. Hvernig er inventorið þitt, Jói? Er það 10,5 eða gæti verið betra? Inventorið mitt er alltaf svona, ég er alltaf með svona hérna, nýlega, við verðum ekki droslega dýrt, alltaf keypt samt eitthvað og nú er ég mjög ekki með stikkara og svo er ég alltaf með hérna, það er einn svona tjarminn sem er ekkert ósvipaður ég. Það er kallinn sem er ekkert ég hef sagt, menn segir þú því droppa byssuna, menn þú með þig á byssunni. Ég sá hann einhvern tímann með hann og þannig ég keypti hann út allt í rauninni og með hann mikið á byssunum mínu. Býtu, hvað tjarm er það eiginlega? Það er svona kall sem er bara hérna eitt módelið, smá skeggjaður. Já. Hérna módelið sem er, þannig að ég get droppaði byssunni einhvern tímann og þú síðan. Ég er með þannig sko, og svo er ég með svona smá grænt og fjólblótt þema í því. Ég er alltaf með eitthvað sko, ég er búin að vera þar lengi í skinnum að ég verð alltaf að vera með svona eitthvað smá þema. Já, ég hef alltaf verið svona dabba við þetta. Já. Ekki náðu að byggja upp eitthvað svakalegt inventory en þessi tjarmar er reyndar skemmtileg. Varstu búin að sjá nýju tjarmara með klippurnar? Já, nýja Major-dótið. Já. Núna. Nei, ég var bara búin að sjá hvernig það hérna, ég var búin að sjá þetta verður og sá að tjarmin er eitthvað svona hérna út frá leiknum sko. Þannig að þetta verður svona öðruvísi byssu eða skinn sem þú fengið núna í souvenirpakketinum. Ég er mjög peppað fyrir því. Já. Voru að passa þess að þú mátt bara taka úr playoffs til að hóta. Má bara taka úr playoffs? Þetta er bara úr playoffs. Þannig að þú voru að velja þér pakkana, þá voru að velja þér úr playoffs leikjónum til að þetta sé möguleiki á því að fá þetta. Bara 100% að fara að velja einhvern face-leik sko. Já. Það er komast til playoffs. Hey, kalma. Þetta er 100% að fara að gerast. Já. Simpuli geitin. En já, við erum eins og glöggir taka eftir að bíða eftir galdramönnum Vissard. Vantarinn og server búin að... Já. Við skulum kíkjum á fólki frammi og sjáum hvort það sé ykkur stemmari. Ætli Bjarni sé með boomboxið að blasta Þórslægið? Gæti verið sko, er þannig fullur salur. Já, ég er ánægður með það. Það er alltaf fullur salur, Vegapeysa þarna, Vegapeysa á svæðinu, Topaz, Stjáni Gulli, Nonni, já, þetta eru svona liðin sko, Dusty Academy held ég þarna. Já, býtu. Það er Bjarni, Jojo. Jojo mættur, geggjað. Ekki gaf með Jojo sko. Já. Já, Bjarni er þarna í horninu. Já, Bjarni í Þórshorninu. Já. Þórsóðni. Ég var einmitt að segja út af því að þú ert Þórsari. Já. Ég var að spá í því af hverju K.A.K.-lagið var ekki blastað. Þú spurði Bjarni til það. Eins og ég sagði þetta við. Bjarni með hitlagið því það er bara gamla. Hans gamli skólinn. Það er í hans kreðsu sko. Já. Svona gerði lagið er bara mjög nálægt honum í aldrei til það sko. Bjarni aðra. En já, við erum komin inn á serverinn og við erum aðjátt ég var að kaupa hérna, ok? Já. Þannig að þá förum við til baka með þess ég sagði, við myndum kaupa 4 köpi. Svo kemur ekki óvart að Saga sig að fara að taka eitthvað sjens hérna, en ég gæti alveg síðan að ADHD selja þessi MP9 því að þeir þurfa alla sjensana sína og sjensandi verða að vera góðir. Já, þeir eru að koma eitt í kaupið hérna, þannig að það er ein leiðin í þetta. Það geta unnið þetta ránd hérna tilbaka, þá geta þeir grepið nokkra byssur, en ef að Þórsararnir taka þetta ránd örugglega þá eru komnir ansið momentum og þeir eru að fara hérna í hard mid to A fyrir ekki og Saga stakka 5 á bínu svo Saga er rétt play á sögur en aftur á móti hérna eins og er eiga Saga að spara. Já. Þeir virðast vera að gera það og hérna er líka mikilvægt fyrir þá að ekki þið eigið allir að spara.
enginn ykkar að reyna í kill, ok, ef einhver kemur í þig þá, en þið eigið að reyna að tökka og ekki gefa neitt. Já, ég meina þeir eru með full armor, þú veist. Já, bara af því að þú deyr hérna, þú er búin að gefa rándi allt í lagi, þú tekur stakki sem er rétt, en þá, öll kills sem þú gefur eru svo cheap. Hérna, það var bara Ná, einni Mac 10 tilbaka. Tony bara ykkur á bombunni. Það var enginn hjá henni. Hleypur tilbaka, en svo sannarlega enginn á bombunni. Þetta frítt 8. rándi fyrir Þórsara og þar að leiðandi í helvíti góðri stöðu hérna Termein. Já, þeir eru það, en hins vegar Saga halda 4, þannig að Saga fá annað go. Þeir eru bara aftur kaup. Rafle. Enn og aftur, það er ekki brosa Rafle. Hún finnst ekkert fyndið. Nei, game face. En þeir sem ná ekki MP9-unni, þeir hefðu getað, það hefði einhver getað að shifta sig kannski í hana. Þannig að þeir eru með deiglur. Þeir eru samt í bullandi vesenni. Algjörlega. 8-6. Í miðuna og já, we go again, eins og maður segir, Blikko með gríðarlega mikið af svæði í miðunni. Ánkverður fara þarna yfir í þristinn og já, Vissar tekinn á deiglunni, fritt A-side, smókur og já, þetta er bara 9. rándi, Jói. Algjörlega, þú er að grænda hérna fullt af pening á Blikk. En þá múið makka á Blikk og Pandas. Ef það haldast þá munu þeir Viktor Uspa á full armor. Geta að droppa deglunni sem hann hélt úr rándun. Hann hélt armor því að ADHD og Viðstoft eru gæðinni sem dó. Þannig að hann hefur haldið en kannski skipt við deglu og lóa HP skilurðu. Hann hefur skotið lóan og droppað deglu einhvern annan. En hérna er það 6-9. Þetta er gríðarlega mikilvægt ránd. Þetta er það og Pandas, veitir nú við, dó hann ekki. Hann lítur á að hann var með mökkan á hann með P90 núna sko. En þetta mun verða hraði á Blikk og Pandas. Hvert er fara með þessu? B-sætið lítur út fyrir að vera það eru þrír á B-inu hjá Molli samt, allar að smóka Mollan. Smóka Mollan, Pandas í gegn, flössin rigna yfir. Dom stendur í báða lappir, Viktor vonum til halds og traust. Loksins kemur eitt fragg tilbaka frá Tony og þetta var þægilegt ránd og þetta er nákvæmlega sem Saga þurfa. 100%. Viktor pikkar upp P90-una og heldur henni. Já. Krókur á móti bragði. Krókur á móti bragði? Ég hef ekki heyrt þetta bara í mjög langa tíma. Pandas, það pirrar menn, Pandas gerir þetta náttúrulega tvíþætt sko. Þetta er pirrar menn að fá P90-una sig og svo er hún í rauninni bara eins og makkan upp á það, hún er bara hlaupisa sko. Þannig að Viktor ætlar að taka henni á móti og er að sýna að hann kann líka á hana. Það er áhugavert að sjá hvort hann á kúslengur saman með það. ADHD með vappan í miðjuna. Og Mollar á móti vill ekki gefa neitt frá sér alveg strax. Blikk ætlar að taka fight og gerir það. Dom liggur í valnum og það er P90 sem gerir ekki raskat þarna. Og Blikk er komið B-sætið, ADHD komið inn í Faro. En þetta er bara... Póllarólegir sko, Blikk veit bara hvað hann er búinn að gera. Þeir eru ekki að gera nein mistök. Svipað eins og... Þetta er það sem að Þorsteinn var að tala að Saga hefði þurft að gera í rándunum á hann. Já. Þó að Blikk er bókstaflega komið í B-sætin og það er ekki endilega allir sem ætla að hörfa þangað til þeir eru. Það er of dreift mappið að þetta þarf ekki að gera neitt, þetta þarf ekki vera neitt annað heldur en bara 2 entry sem að skipta vörðinni til sko. Bomban kemur núna og... Þeir eru að halda. Já, þeir eru að halda. Það er svo sem ágætt. Þá haldar að hann geta keypt allavega og það er þannig peningur að Viktor getur allavega keypt sér í næsta rándi og þeir munu vera full kaup þá. En þá er aftur. Þegar þú fer á seifar, þá þurfið þið að seifa. Það er ekkert meira pirrandi og lélegt heldur en að kalla seif og svo eru 2 sem að deyja, núna eftir 30 sekúndur. En Saga eru rólegir, Þórsararnir líka rólegir, Þórsararnir eru bara... Já, hirða 10. rándið sitt, þeir þurfa ekki að taka hennar óþarfa áhættu. Nei. Ekki konum með neitt banka til að geta réttla það að vera henda líkum í að taka einhverja byssur. Eru líka bara mjög kontenta að reyna að vinna þessi gunround sem hafa verið að falla oftar en ekki til þeirra. Algjörlega.
algjörlega. Þeim líður mjög vel hérna inn á Sörurnum. Það er ekki hægt að segja hana. Konur í heimahagan, Anubis 10-7. Þór 3 rándum frá því að tryggja sér mapp númer 2. Tony droppaði P90-unu. Var hann pikkuð upp aftur eða? Já, Panda sig kom með hana. Hann fekk droppað P90. Þú veist, Já. hann vantaði penning. Já, það er... Bara skrítið, ég er ekki með P90 í hérna lótótinu mínu. Ég var að breyta því í gær. Sem er P90 í terra en ekki CT. En það er upp tengi sem að koma Dom í hotninu. Fellur Viktor með annan. B-vörnið þeirra er að halda í þessum hröðu playum frá Þór. Já. Þetta er 5-3. Þetta var alveg jörðun og rafleg komið Dom. Og þetta er bara eins og þú talar 5-3 og þeir spila það frá sér. ATHD er daldið svona út á þekju þegar hann er tekinn, en getur maður verið eitthvað súri við því að Vappin sé að taka þetta engul eða? Hann er svolítið víður sko, Já. en Peter hittir alveg ágæti skoti sko. Fara hérna í Viktor sem er í þessu angoli. Hér í söllu. Nær þetta fyrsta en gerir þetta 2-2. Báðir mollarnir úr Þórsaronana, eins og smók fyrir framann. Flassa Mozart en raflega að halda þessu enguli. Klúra þessu skoti. Býr til smá pláss fyrir Vissart til að vinna með. Gæti nýtt þessi flöss til að koma sér eitthvað betra. Vissart á næsta playið. Nær frakkinu. 1 á móti 2. Tony á móti 2. Það er Kitt á báðum leikmönnunum. Tekur fætina að snemma. Mozart svingar í hann. Og já. Tony lætur braka í hálsunum. Það er ekkert mikið meira. En 8. rándi til sögu. Velgert að sagja hana. Tony hérna hefði mátt nýta flasti kannski meira eða henda þeir bara seinna held ég. Þeir voru nefnilega ekki búin að, þeir vissi ekki hvar hann var sko, þeir þurfti aðeins að leita. Þannig að þeir geta stólið þarna 2-3 sekúndum á því að láta það leita og það var nýta flassið. Meðan hann hendi flassinu strax til að segja þeim hvar hann er þannig að þeir hafa sénsinn á því svona að koma sér aðeins fyrir. Af því að mér sýndist á saga þarna þegar Tói vonum var að fara í gang að þeir væru svolítið svona, þeir voru mikið að leita á honum og það hefði geta verið þarna smá gluggi til að íta þessu lengra, en Saga taka rándið og það er mikilvægt 10-8. Við erum að fá hérna jafnari leik allavega heldur en í einsettinu. Lurksmoker út B-ið, ekki til að nýta. Þeir eru komni með B-lobby-kontrólið. Dom kom með það, þetta minkar mappi töluvert. Vissart kom með smókita niður. Stór hættulegt spray í gegn frá Vissart. Þetta er nákvæmlega sem Pandas vildi. Scrappy fight með Mac 10 og Blikk komin í gennum tengi. Þetta fór ansi hratt algjörlega til fjandans. Dom er hins vegar mjög fljótt. Nær Blikk með herkjum. Þeir reyna ekki í þetta Sagamenn og virðast heldur ekki, þó svo þeir alls ekki gefa þeim sénsinn að því. Það er kíkt í hann, smúkar þarna út. Það er að halda munum á sætinu mögulega. Já, það skiptir engu máli í þessu mappi. Ekki neinu. Það er ekki bombaradís. Mér segja að Dom er fyrir utan lobbyið en ég efast að þeir fara út úr lobbyinu. Þeir þurfa þess allan alls ekki. Nei. Það er bara eiginlega ekki neitt. Því að eina sem þeir að huga að svona, þessu mappi þessum að því þú tekur alltaf jafn mikið armor damage og damage af sprengingunni. Já. Þannig eins og í einsentiðan Inferno. Það er þess vegna sem þú getur endað í term með, þú veist, 30-20 í armor. Já. Af því að þú tekur nóg margar sprengingar, þá fer hann. Þú getur mist 20 eða 33 armor í rándi. Já. Það þarf að taka mjög mikið neitu damage til að það gerist, sko. Ef þú tekur bara gun damage, þá er mesta armori sem þú missir einhver 15, sko. Þannig að það er ekki endilega pæli í þessu, með þessum möppum sem að radíusin er rosalegur, þá getur þetta alveg skipt smá máli þar. Ég veit ekki eins og hvenær ég þarf að endurkaupa armor því ég er alltaf döður. En það er hann að mál 11-8 fyrir Þór. Þeir eru konir í aftur. Þetta var smá gluggi þarna fyrir sögu. Já. Og þetta var náttúrulega crucial round. Já, þetta var þá Þórsararnir hann sko ofboðslega decisive leið og Pandas fær killið á Enoch Vissart í gegnum smókinn að hann bara snýra aðeins við út af móla sem bara hefði okkur í spólum og þeir fara og Blikk kemur í gegnum smókinn og þeir stá frábærum tímbúning. Hann hefur líklega sagt þeim að hann væri búinn að fá gluggan til þess að pussi í gegn og vera með pussið á móti þeim. Þannig að
Deiklurnar reyna að finna eitthvað hér, ATHT á vappanum, þarf að vera með einhverja decisive línu, í vappanum í miðjunni, Wizard ekki þessu deiklurskoti, tekur næstu línu, Tony kominn framhjá og þetta auðvelt fragg. Dom með 2, Peter í miðjunni en hann lár þarna. Hvað í gangi? Mér sýnist það að Peter, hann svona þannig að hann fer yfirleitt hann mjög góður að fara í vissa staði í mappinu. Sama staðinn þá alltaf eins og mitt í Anubis, það er með að kalla Peter angul hérna í middinu og hann svona spreið þarna, hann veit nákvæmlega hvar hann að skjóta í hausinn. Hann hefur pott skoðað hann hefur skoðað, þegar gæðin labba út fyrst, hvar ég í hausa þegar ég að skjóta, hérna. En hann ekki bara að spamma, hann pottet búinn að pæla í því hvernig virkilega spammið af því hann fer alltaf á sama staðinn og lærir þá alla litlu hlutina á staðina. Sem hann alltaf kemur að góðum notum í úrslitaleik í stórmeistaramótinu til dæmis. Ekki það að þetta fragg hafi verið eitthvað decisive upp á sigur í rándinu, en samt sem áður Peter með 4K í þessu rándi. Það rosalegt að sjá third person deathana frá þegar Peter að koma. Nú taka ATHT og Viktor þarna. Já. Bæði skiptin fáður í rauninni heads up, eða þeir sjá hann á undan. Já. En hann bara rífur hausinn að þeim í rauninni strax og hann fyrir að sjá þá. 12-8, mögulega síðasta rándið hérna í Anubis Saga. Búin að koma einhverjum vörnum við, en búið að vera bras. P90 Pandas inn í miðjuna, ætlar hann að fara gegnum Molla, en Mozart sér við honum. Næri ekki að koma sér inn í fara og hins vegar og svingar. Ætlar að fara inn í þristin til að hjálpa Wizard. Þá hann aleinn á aðinu, fellur fyrir Blik. Blik. Wizard þurfti bara að hitta einu skot hérna. Já. Peter yfirleitt búinn að vera í miðjunni, en núna búinn að róta þetta yfir í stiga. Koma frá tveim öngulum fyrir geðu. Frá Tengi, frá CT. CT fallið, báðir frá Tengi. ATHT, það aðal sögumadurinn. Aðal sögumadurinn sem eftir og þar höfum við það. Það 13-8. En við ætlum að kíkja rakleiðis yfir í viðtal. Þetta allt og tæft, maður. Já, þetta var tæft. Ok, hvernig líður ykkur núna eftir leik nr. 2? Við vorum bara frekar lélegir í þessu leik, sko. Þeir tóku 7-8 ránd, þannig að við ætlum að reyna að gera betur í trein. Ok, ég mjög forvitinn. Hvernig var færðin í bæinn fyrir þig? Hvað segirðu? Hvernig var færðin í bæinn fyrir þig? Hún var helviti auðveld, sko. Það lítið snjókoma hjá mér, sko. Þar hafa ég það. Ok, og hvað ætla að gera fyrir næsta leik? Bara, fá okkur eitthvað gott að, kannski eitthvað smá candy og eitthvað gott að drekka og bara mæta ferskir, sko. Þannig að þetta halda fram að gera bara saman er búin að gera og taka leik nr. 3? Já, kannski aðeins meiri tempo, aðeins meiri hraða bara. Gekkja. Ég með eina vangaveltu. Glock Fate giveaway. Hvernig ætlar að gefa Glock Fate? Hún komin, sko, gæinn sem að vann hana vildi vera anonymous, þannig að það kom ekki tilkynning, en hún komin í góðar hendur, sko. Það komin í góðar hendur, ok. En hvenær var næsta giveaway? Aldrei að vita nema að sé bara giveaway, bara beint eftir leik, sko. Ok, og hvað er það pælið að gefa? Kíkjum aðeins á þetta, kíkjum í inventory. Hann að velja eitthvað fyrir okkur til að gefa eftir leikinn. Við gefum bara mökkuna. Er það fljúgandi makkan eða? Þetta fljúgandi makkan. Margir hafa séð kill með þessari, sko. Ég nefnilega persónulega hefur séð fljúgandi kill með þessari. Já, margir hafa fundið fyrir fljúgandi killi líka þessari, sko. Þannig að ég segi við gefum hana bara, sko. Hljóma vel. Herru, bara takk hérlega fyrir góðan leik. Gangi vel næsta. Við ætlum að kíkja yfir á sögu. Komið með okkur. Jæja, ára mættir. Krissi hérna býður eftir okkur. Þurfum að kveikja ljósi. Jæja, Krissi, hvað segirðu gott? Bara fínt, sko. Þetta var betra. Þetta var aðeins betra. Þetta var betra, en hefði mátt vera mun betra það ekki? Já, það má alltaf vera betra. Já, þið með eitthvað plan fyrir næsta leik til að gera betur? Vinna. Það er gott plan. Ok. Núna komum við með ekkert eðlilega mikið af dóti hérna. Mér langar að vita hvaðan allt þetta dóti hérna sem við erum komið með? Þetta eru sponsornir okkar til hamingju, Nature Valley og Knorr og allir pakkinn.
Geggjað, það ekkert eðlilega mikið að dóti frammi til að gefa og ég ætla bara að segja gangi ykkur vel í næsta og takk hérlega fyrir. Við ætlum að fara fram, kíkja þess á stemminguna. Labbið þess með mér hérna, ég ætla að fara með smá gott fyrir fólki, komið með mér. Hérna má sjá nokkra spilara, ekkert eðlilega mikil stemming, sælir. Jæja, hvernig er stemmingin? Hver er að fara að vinna? Passi, hver er að fara að vinna? Ok, ég er með þetta nokkra hluti sem langar að gefa. Er einhverju tilbúin að grípa? Upp með hendur. Hver er að fara að vinna? Langar engum í þetta? Það langar engum í þetta. Hver er að fara að vinna? Ok, ég er með þetta nokkra hluti sem langar að gefa. Upp með hendur, það koma svo. Upp með hendur. Langar engum í þetta? Langar engum í þetta? Við erum að þessu hérna. Tekur þetta hérna og... Þú tekur þetta. Geggjað, takk hérlega fyrir okkur. Við ætlum að fara í smá auglýsingar. Bye! Það eru auðvitað allir góðir með mjólk. Því mjólk er góð. Sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi. Það eru auðvitað allir góðir með mjólk. Því mjólk er góð. Velkomin aftur. Þetta var helviti þægilegur leikusamt sem að Þórsarar bara aftur valta yfir sögu, en þetta er sagan endalausa, þeir eru með sjensa, þeir eru misnotað á. Bara klálega, þetta er bara nákvæmlega sama sagan. Sjáum Saga vinnur pistol, hvað gerist? Tapa anti-íkonu. Sjáum svo aftur Þór vinna næsta ránd, svo vinnur Saga reyndar, Gunnrond, vel gert af þeim. Hvað gerist? Tapa anti-íkonu aftur. Endar 6-6 hálfleikurinn í terr á sögu, þegar það hefði getið verið miklu meira. Svo komum við yfir í CT og þeir vinna 2 ránd. Þeir vinna bónusanandi á Þór þegar þeir eru SAB með mögt henningan smók og þú veist, þeir áttu ekki sens þar. Svo vinna 1 rándi viðbútt og svo bara búið. Þannig þetta er aftur sama sagan. Mér finnst svo áhugavert að þeir taka, sko, þetta er svona 2 hliðar á peninginum. Þetta er riskin sem Saga tekur og þeir geta unnið mestu bullshit rándinu og við erum búin að sjá það trekk. Og þetta gerir sögu að svo skemmtilegu liða að horfa á. En þegar þessi bullshit ránd bara einhvern veginn virka ekki og þeir mæta liði sem er bara svo virkilega sterkt einstaklislega, þetta býtur á svo mikið í rassinn. Þeir bara verða að vera, þú veist,
í þessum anti-íkonundum við verða bara að vera aðeins samstiltari sko. Þú veist, það er eitt ránd þarna sem Þór lifði með 2 M4 og allir hinir með deglur og Blikk hleypur út BLB með M4 drepur 1 og Rafli fær flass í miðinni og píkar og drepur 1 og þá er þetta 5-3. Svo gerist það aftur, trekk í trekk líka þeir eru í man advantage, 5-3, tapa því niður. Og líka sko eins og þú sagðir hérna, þeir þurfa ekki að gera eitthvað, þarf ekki að liggja yfir einhverjum demóum. Guðanabænum horfðu á eitthvað, Þjórsarnir gerðu eins og þessi mittflus hafi verið að grípa á svona svakalega er lélegt, til dæmis. Og eins og pistorándi sem þú rönnaði er nákvæmlega saman, eru búin að rönna áður að þeir sé ekki bara með eitthvað þannig kring, hvort sem það er stakkið það, þeir gera eitthvað, þeir fóru bara allir í sína póstur og þú veist, bara letum moppa yfir sig, sko. Það þarf að vera þetta líka, sérstaklega á döndudókinu og sett með eitthvað, þetta kallast að vinna gimmick í ránd þegar þú gerir eitthvað svona, ert með bara eitthvað rít og vinnur það áður en að vera bara alltaf 4 bombsettum. Þórsarnir að gera þetta frekar, við sáum það í einsinn, þeir eru bara með rít á. Þeir eru búin að skoða demóðu þeirra því þeir eru bara stökkuðu, héldu bíðin eftir að feikið. Já, Pandas hleyður þetta upp í Skybox eða eitthvað og bara, flott, við gerum þetta bara. Þannig að það verður svona eins og alveg rétt og Saga er reyna að treysta á það að þeir geti í rauninni unnið þetta á örgulega skilllevelinu sko, að fara þetta á sem minnstu svona, en þeir hefðu þurft að fara aðeins í hinn partinn líka, svona. Þarftu ekki eins og að gera eitthvað rosalega mikið, bara ég spila þessa pósu, hvað er ég að fara að mæta? Þú veist. Þú þarft bara, til að mæta inn í þennan leik, þarftu minnum að vera með pistolrounds, einhver sniður pistolrounds, þarftu að vera með anti-íkonround sem Saga eru ekki með, við séum að tapa 4-5 anti-íkonroundum í 2 möppum, þú veist. Það er galið. Þeir eru ekki með anti-íkonround, þeir bara fara eitthvert og spila eins og venjulegt gunnaround og svo eru þeir bara gripnir af einhverjum gimmick-play með Þór. Og svo ég fór inn til Þórs áðan, eins í Terryhöðin, þú veist, þar eru bara Elvar Ási og Brimir að kalla bara, ég ætla að ræsa þangað og bara, hinn er bara, ok, skilur, þetta er ekkert flókið það, sko, þeir bara Ási segir, ég ætla að ræsa e-box eða Brimir ég ætla að píka bílabí og svo eru menn bara finna upp hluti í kringum þetta, en þú veist, við sjáum það líka bara í þessum gunnaroundum. Saga vinnur fleiri gunround heldur en þeir eru að vinna, þú veist, auðveldurroundin, anti-íkon, þeir standa sér vel þar, ef þeir væru bara með einhver anti-íkos, þá væri þetta bara helvið þetta eftir. En voru með mjög fínan terrorleik svona á tímabili, þeir tók rándin í röð og svo playin í kringu þarna, e-box-smókin, mollin sem mollar Tony inn, þá eru þeir 2 ránd sem þeir eiga utan við B og e-boxin alveg, það er bara unnið ránd sem Terry, sko. Það er bara, þú veist, þannig map-kontról, eða þú ert ekki að fá það eitthvað svakalegt flank, þá treytast þetta bara niður, eins og gerðist þegar þeir fóru einu svona bombsettin, þeir fóru 4 í alla, þú veist, það voru 2 CTR á B-inu, þeir fóru í þá samt en treytast sem bara niður, þú veist, það bara er ekki hægt, en þú takir bara eitthvað unreal play-in í kring, sko. Þannig að við sjáum þetta bara, þú veist, það var 5-2 fyrir Þór í CT. Eina ástæðan, og ég held áfram að tala þetta, þeir Saga vinnur pistol, tapa anti-íkó, það var 1-1. Og svo vinnur Þór, svo vinnur Saga gunnaround, tapa anti-íkó og þá er þetta komið upp í 5-2. Þú veist, þetta hljómar svo minimal, skilur við, þetta er bara anti-íkó, þetta er bara 1 round, skilur við. Nei, þetta er ástæðan fyrir að Saga tapa sinni leik. Það er bara 100%. Ég vil ræða nú, en þú veist, þetta er svo ótrúlega minimal sem þið þurfa að gera til að eiga sens. Þetta er líka bara leiðilegasta sem þú lendir í, fyrir mentali líka, sko. Það er ekkert meira pirrandi en að tapa svona roundum, þú veist, bara fyrir það er mitt móralinn. Þetta eru alltaf ránd sem þú veist einhvern veginn á að klúðra. Þau eru nógu erfið í þessum leik og það er hægt að spila algjör kringu en þú þarft að vera með þá bara, þú veist, þetta er í rándi sem átti bara fyrst og fremst að plana fyrir næstu, sko. Og þetta er rándi sem er auðveldast að vera til sem er bara eitthvað algjört set-take. Þú veist, þú getur bara farið allir 5 og svo bara þegar ég fullt af stöffi og hendi bara fullt af stöffi, þú veist, í einhverju X-eki, þá er mjög ólíklegt að CT hérna counter það rétt í rauninni, þú veist, nema þess að Saga stakkar B-ið. Það bara ferði í það, en þú veist, allan að gefa þér betri séns, Saga myndi gefa þér betri séns eða þau tekið 5 manna execute í öllum anti-íkonum heldur en þessi ránd sem þau gerðu. En við sjáum það bara, þá eftir 5-2, þá eru Saga að vinna 3 ránd í röð sem eru, þú veist, gunround. Þeir eru að gera þetta erfiðið liðina. En þú veist, við þurfum líka aðeins að tala Þór, af því að, þú veist, við erum bara að tala hvað Saga er að gera vitlaust, en Þór eru líka bara að spila fárlega vel. Við erum ekki að ræða hversu vel Blikk og Elvar að spila saman í miðjunni, þú veist hvernig Elvar er að fá pikki sín og hvernig Brimi var bara trekk í trekk að fá bara 2-3 á miðjunni, svo þegar Brimi hljóp hérna upp e-boxið 1 og draf bara 2 upp í miðjunni, þú veist, þeir eru bara að spila fáránlega vel, sko. Rétt, sko. Já, ég meina það sést þetta á stöðsunum, þú veist, Rafli og Blikk 34 kill á kjaft. Þetta er öll serían, sko, þannig að þetta er í gegnum bæði, sko. Blikk var hérna rosalegur í þessum leik 24-11 og einmitt 123 ADR og er fyrsti gæinn örugglega
í meiri hlutanum á, rondunum einmitt, sko. Fyrsta entryið, það vilt að stakka stötsum þar, sko. Eitt sem ég finnst samt áhugavert og þeir eru búin að hamra þess á, þeir eru að fara erfiðuleiðina, þú veist, það eru svo miklu sensar og mér líður eins og saga svona þetta line-up, þetta gæti orðið eitt mesta hvað ef þeir hefðu, þú veist, sett örlítið meiri púður í þessa hluti. Því við sjáum alveg að skilja þetta í staðar, sko. Já, þetta sem bara alltaf sama saga með sögu. Já. Þeir eru alltaf bara næstu því. Þeir eru alltaf næstu því. Komast alltaf í finals eða, þú veist, þeir eru búin að komast í, ég veit ekki hversu marga úrslitaleiki ég spila á móti sögu. Alltaf vinnið þá. Bara aldrei tapað á móti úrslitaleikum og núna sjáum við aftur hérna, skilur við. Þannig, þú veist, ég veit ekki hvað myndi láta þá setja meira púður í þetta ef ekki það að tapa yfir 5 úrslitaleikjum bara miklu meira það, sko. En ég veit ekki okkur eru þeir ekki að setja meiri vinnu? Vilja þeir ekki vinna? Vilja ekki vinna. Við snertum síðan örlítið á Blikk. Nú erum við búin að taka þessum strák bara frá því hann var bara ungstyrni og aðeins eldra ungstyrni núna. Mér finnst svo áhugavert þróunin á þessum leikmanni, hann er svo miklu stóískari, miklu svona, hann er virkilega góður spjótsdóttur, en það er svo mikið complexity í hvernig hann endrjar. Mér er svo galið að segir aðeins eldri, hann er nýorðinn 16 ára, sko, það er svo... Þú veist, hann er búin að spila 3 ár. Hann var líka ekki orðinn 14 ára þegar hann vann held í fiska eða hvað kjátaði, sko. Það er alveg rétt, sko. Gæinn er náttúrulega, þú veist, ég er búin að spila dálítið með hann upp á síkastið. Hann er standinn að hjá okkur í Fischer í 1,5 tíma fleik. Þú veist, þessi gæi er náttúrulega bara eitthvað sturlaður, sko. Þú veist, við vorum eitthvað að tala um eitthvað hérna geitina í byrjun, sko. Þessi gæi, það eru helviti góðu stuð til að hann taki það auðvitað, sko. Hann er búinn að vera ógnvænlega. Og ég segi það ekki bara því hann er individually góður. Það er fullt af gæðum sem eru, þú veist, við horfum á Flint, hann er individually geggjaður, skilur. En þegar ég horf á Blikk, þú veist, hann er 16 ára. Gæðin er svo, hann er svo klár í CS, hann er svo, þú veist, eitt sem ég ást geggjað að heyra, er að rétt fyrir leikinn, þetta var sko þriðji hálftíma-leikurinn hans held í ever sem hann spilaði með, ég beði hann á standinn. Og ég heyrði, hann sagði að ég er svo stressaður fyrir leikinn. Mér finnst það geggjað að heyra, sko, því ég heyri svo marga unga leikmenn í dag fara í afnöðun. Þeir segja bara, nei, ég verð ekkert stressaður, nei, ég verð ekki stressaður. Þeir halda að það sé gott að vera ekki stressaður. Þú veist, fólk heldur að maður sé geggjaður í CS en maður er ekki stressaður í leikjum. Það er ekki hann, sko. Ég skal lofa ykkur því. Þannig, bara þessi gæi að vera 16 ára og vera samt, þú veist, búin að fatta þetta og líka bara vinnan sem hann setur inn. Hann er búin að komast í Más NXT, fá reynslu þar af, þú veist, geggjum gæjum á hans aldri og coachinum Topis. Hann er búin að umkringa sig með hérna bara geðbiðlegu leikmönnum og sérstaklega þá Rafli og Pandas sem að þið voru að tala um eins og áðan, þú veist, þið voru að tala um Clever og Detinit sem eru svona kingmakers, Rafli og Pandas, það eru 9 kingmakers sem við erum búin að tala um það. Þeir eru mjög svipað á Clever og Detinit, er að Rafli og Pandas eru aldrei bestir á landinu, en þeir eru alltaf í besta liðinu, skilur, og búa þeir alltaf til. Það er þessi aðri hlutir einmitt en það að bara skjóta úr byssuna, þetta að vera með pælingar, eins og ég segi, þeir fóti Pandas, þó sem náðan Pandas með eitthvað demotól. Þú veist, þú þarft ekkert meira heldur en bara einhverja vinnu inn í smá svona hluti til að bara bæta þig. Líka bara eins og, mér finnst eins og þegar þú ferð í svona úrslitaleik þá eigirðu bara gaumgæfulega, auðvitað veit ég að það er stutt síðan að saga vinnuleikinn, það er bara föstudagurinn í gær, en ég hefði svona viljað þá föstudagurinn í gær hefði farið í bara alvörunni prep, bara pæli vítónu, hvað möppur eru að fara að spila og hvað viljum við gera virkilega í þeim möppum, ekki bara það sama og þeir hafa verið að gera. Það er eiginlega svona eina sem er því að það kom þeim í úrslitaleikinn, það kom þeim samt til dæmis ekki í hann bara eitthvað rúllandinn. Ef þeir hefðu komið inn í úrslitaleikinn eins og Þór, bara hefðu rúllað ekki inn í brakketinn, þá allt í lagi. En þeir komið gegnum hann í rauninni sem vitandi hversu miklu underdogs eru, þá finnst mér að þeir eigi að gera eitthvað svona smá gimmick, þú veist, finna eitthvað bara, ekki eins og bara gimmick, bara eitthvað bare minimum, bara vera með anti-eco, please, skilur við. Þú veist, ég vil ekki gimmick, ég vil bara að þið séu bara með pistol round, anti-ecos, nokkuð gun round, þá eru þið bara flottir, það er bare minimum og þeir eru ekki með það, sem er svo sorglegt. Eitt sem langar að spyrja svona áður en að train hefst og ég veit, já, við getum verið að bara fara til Rússlands bara núna eftir smá stund. Ætlum við að breyta eitthvað, þú veist, gætu við verið að sjá sigur hérna frá sögu í train, bara train. Þeir pikkuðu það. Já. Þú veist, þeir pikkuðu það í staðinn fyrir núk. Þannig ég ætla rétt að vona að þeir séu allavega með eitthvað hérna. Því ef ekki, þá mun þeir hugsa af hverju pikkuðu ekki núk. Þó svolítið fá að byrja síti hérna. Það getur verið krúsjál. Getur verið rist. Geta það, en þeir geta sett á það er mitt við það að pikka þessum upp, er að þú þarft að pikka inn í það vitandi hvorum meginn þú ert, en þá kemur þetta inn á sért búin að
leggja einhverja vinnu í þetta eða skilur fylgir eitthvað. Erum við að fara að sjá Þórsarana vera gríðarlega aggressífa út í jardinu, taka jáfnvel kompuna af þeim ítrekka, taka rauðastegan, taka inni, gera þetta erfitt fyrir sögu eða gefa þeim pláss? Já, þeir gera það alltaf. Þannig spilast mappin núna náttúrulega, þú bara tekur kompuna eða þú ert alltaf að setja ykkur eitt pressu á þessu tvorlaði staðilega. Það sem ég hef tekið hreikalega mikið eftir með Þórin í train bara hvað þeir eru góðir með blikk og pandas inni. Allan að, manni eftir að þeir fara saman í Breiðholtið og eru bara litla dúóið þar. En já, við ætlum að kíkja yfir til Rússland. Það train næst. Eru Þórsarar að fara að vera stórmeistarar í þessu mappi eða náum við að teygja þetta einn leik enn og Saga koma sér inn? Velkomin! Það mögulega seinasta mappið sem að hefst hér. Geta Saga komið tilbaka, krækt í eitt mapp. Það byrjar ekki vel. Blikk strax komið ADHD en niður fjarkan koma þeir og þetta lið sem nákvæmlega búið að rannsaka hvað pistólin eru. Peter kom með línu hérna á olíu og bara þeir eru konir í baki gennum rauða. Viktor nær það einu tilbaka, heldur lífi aftan á fjarkalestinni en allt í einu Mozart einn eftir. Þetta var sama strattu að renna mútið veka, manstu Sörk drap flastaða killi þá. Já. Töluðum þá einmitt sko. Þannig að, og Þórsararnir vist verið tilbúinir þegar þeir voru mjög hraðir í bak rauða. Já. Tilbúinir í það. Ekki búið að virka í 2 leikjum í röð að senda 1 út kompu. Já, ég meina, Peter var 100% viss að einhver var að fara að hoppa að niður í fjarkan og var með bara puttan á gikkinum þarna. En 1-0. Hérna Blikk að fara upp fjarkan, skal ég segja þér. Hann hendi öll í útvölinu að sér. Hann má panda sér að fara upp fjarkan. Ó, ég er svo til í það. Ég er svo ótrúlega mikið til í það. Deglur á sögu og þeir eru 4 upp í húsi. Ekki aggressífir. Deglurnar eru ekki góður í þessu reynsi og hér getur Pandas heldur betur grændað peningin. Núlega komið sér í næsta Íslandsbanka útboðið. Já, skiptum þetta á Rafli sem var að gera bara random hluti. Og fist bombs all around fyrir Þórsara sem að, já, eru bara þokkalega góðum málum. Konir 2 uppum yfir. Þetta round var mjög svona dominant, þú veist, og létt til að sögu líta bara svona illa út. Bomban fyrst sem kemur í olbán og hvernig lætur gríp, eða skiluru, þú veist, þeir eru 4 með deglurnar, deyja mjög svona, þeir gátu í rauninni sett það í vesen, sko, þeir fyrir byrja á doppulfæri þegar Pandas kíkir, þú veist, allavega treytan, þá 1 eftir niðri, þú veist, en þeir bara, þú veist, þetta var rosalega svona flatt, hætt, hann henda, og það smóknum, þetta svo mikið. Og þetta. Þeir eru svo tilbúnir í að taka allar fasteignir frá. Þeir eru með engulinn hérna upp í húsið frá Breiðholtinu. Já, Viktor nær einu tilbaka þarna. Peter MP9 gerir góðan skaða og allt í einu 3-3. Viktor eins og er mjög lár. ADHD er mjög tilbúin að fara 1 með byssu inn í kompu. Viktor er lár með honum og klírar ekki eins og fyrir aftan. Ég er að vera geðbilaður á hversu oft við sjáum Íslendinga lappinn í kompuna mid to late round að klíra ekki þetta horn. Ég spilaði þetta mapp í gær og var að fara leitin ína. Ég bara, viltu klíra hornið? Af því að þetta er svona same one way angle. Þú sérð ekki nema virkilega að klíra þetta. Já. En við erum búin að sjá núna held ég 3 sinnum í íslenskum leikjum að Terry sælentar inn í gæja sem skýtur í hliðina. Já. Það er bara, já, við þurfum að fara að gera þetta betur. Eins og að 2v2 hérna, Rafli tekur dóm og Viktor er á HG. Já, þarf ekki mikið til. Peter nú þegar búinn að gera töluverðan skaða og það er 3-0. Fyrsta görróndið fer til Þórs. Þægileg ránd hingað til Þórsara. Mjög assertive Þórsarar. Þeir eru bara upp fjarkan, búin að fara það öll rándinn
Nú er það komin alla rifflana þannig að núna líklega chilla þeir á því aðeins en hvort þeir fara að gera það í gegnum rauðastiðan til dæmis. Sáum gott ef ekki eitthvað skemmtilegt Jútilkombo inn í rauðastiðan frá sögu á móti Vega. Viktor var þarna út átti 3 í líf. Já, þetta flýgur stutt. Já. Það hlaupa út kombo á móti Þórsurum. Eitt af fyrstu liðinu sem byrjuðu svona að tileinka sér Train. Já, það voru, þetta hefur mjög fljótt Íslendingarnir bara strax einhvern veginn út af gamla örgla bara. Það voru allir tilbúinir í það aðeins og það dettur þannig mapp úr mappúrinu Vertigo sem að allir þóluðu ekki að spila. Þannig að allir eru til í smátt með Train að þá eru þeir bara tilbúinir að fara neitemið Dustinu eða Infinu eða Mirrinu eins og menn vilja gera sko. En ég er hrifinn þessu, mér finnst þetta mapp bara mjög fínt þó að spilist til öðru sinni heitt mappi gamla. Þá er þetta ennþá Train fyrir mér og það er sami fítur síði oft og skemmtileg play sem ættir að gera mitt upp fjarkan sem City. Já, þetta opna mappið alveg töluvert fyrir City hérna sem að sátu dálítið á afturlöpunum. Við komumst inn í rauðastiga til að halda þessum blessaða stiga en það var ekki mikið meira það. Deglurnar ekki að syngja ekki í dag og einungis 5 frögg held ég komin á sög. Ég ætla að segja, það eru 2 með 0 dauða og 1 með 1 dauða. Þannig að við erum með hérna, 5 frögg samtals á sögumönnum. Hérna fara Saga væntanlega í sitt bread and butter. Það kemur smoke hérna í rauðastigan frá terrónum sem er endir í rauninni í inngangnum á rauðastiga frá úti, eins og við tölum það. Þeir nýta sér hann til þess að taka rauðastigan frá uppi. Það er fróðilegt að sjá hvað Þórsararnir gera á móti. Hárrétt, smókin er farinn. Og Vissard tekur blik. Klárlega eitthvað sem þarf að gerast. Það þarf að nýta Vissard í að finna einhverjar opnanir, taka early duels og sigra þau. Klárlega leikmenn sem getur gert það. Og kom eitt af 2 leikmennum hérna í rauðastigan að bústa. Rafleik kominn fyrir ofan kassana hjá rauða, Popdog eða Longdog, heitir þetta ekki Longdog í dag? Þetta heitir Longdog í dag sko. Algjört helvítskjaftaði. Wow, Tony vinnur hennan fight. Stór fight, 4-4 núna, Vissard hálfur. Skeilar upp og sér gera þetta saman. Dom komið Rafle, Pandas byrjar að þurfa að pæli því. ATHT nær rífrækinu. Núna 3 á móti 2 og það er stoppsæðin leikmanni sem fellur. Peter vita að hann spilar inni og Mozart finnur hauskotið á hann. Fyrsta rándi fyrir Saga, hæga defaultið að borga sig hér. Já, virkaði mjög vel og það er mjög greinilegt að það er annað layer á þessu defaulti sem er það að þeir senda líka gæja Ivy, smóka út og íta honum upp að. Þannig að það sem þeir eru að gera er í rauninni að koma sér fremst á Ivy, fremst í rauða, eiga kompuna og þannig leit út í garðin. Og þetta er mjög svona effektiv leið til að spila tellaloginn. Ef þeir tekst að komast í þessa postur þá eru City í óþægilegum aðstöðum. Það er aðalega að komast í þetta. Ég meina það er bara basically Kórea og Donut en innrauða. 2 þar, Don komið fyrsta og Don nær öðrum, nær á 3, gerir það! Það er 3K á Dom! Vissard reynir að finna dúlenda móti Tony og hérna eru þeir komnir á afturlappirnar. Algjörlega. Þetta verið að búa sér til mat hérna í Train. Tony aðeins meir en hálfur. Smókur hérna fyrir, er þetta góðu smókur? Já, þannig er það. Það tegir sér alveg út, það er mjög auðvelt að smóka þessa kamera. Þú þarf bara að láta smókinn detta að einhvers staðar rétt hjá, þannig séð. Tony held hann hafi ekki spottað Vissard á allavega radar. Þökkar inn í hotnið. Hann ætlar að lörka smókinn. Það er hérna komið í bakið á Donutinu, sant? Sko, Tony er að hringsóla hann aftur. Það er unreal. Ha? Hvað er í gangi? Núna fellur hann, hlýtur að vera... Ó nei, nú fer þetta fjandans. Einn eftir, nær frakkinu líka, ATHT á vappanum, spottaði hausinn, tekkan gripinn, Tony, klára skotin, báðir lágir og Auspan, klárlega ekki
ekkert nema sigur fyrir Þór þarna. 1v3, 3 algjörlega einangraðir fætar. Gislega gert, vel gert hjá Tony þarna. Lifir á 9 HP og það var glottið á Tony þarna, hann veit nákvæmlega hvað hann var að gera. Hann var að senda Sögu í smá vesen. Þetta var round sem var algjörlega in the bag. Þetta var roundi sem átti að klára peningin hjá Þór líka. Já, það er ótrúlegt. Það sem við tölum þegar við horfum á þetta aftur, Tony sko, hann svona hann lappar utan en það er annar sem kemur frá inni til að flanka hann. Já. Hann kemst frá því og það er ótrúlegt að hann takist að klötsa á tímaspilinu sem hann næri einhvern veginn að búa sér til þarna. Og við Sögu er þetta þungur hnífur til að fá. Þetta er bara brakleiðis í baki. Handast með Grensu og Vissart sem var í kompunni. Tony að hverfa hérna vinstra megin á Ivy. Blikk kom með kompukontról og Saga komin á bakfótinn. Eiga Breiðholti verið að labba þetta niður fjarkan en Peter spottar það. Grensan ætti að vera ágæð. Peter fellur án þess að gera í rauninni neitt. Sjáum við þarna bomban. Ok, Blikk heyrir núna einn hlaupa og Blikk fer ekki í gegn, hann er eins og verið í AK og það er einn gaur að halda. Raflega komið vappan og þeir eiga Pandas í 5-unni. Það er ekki þægilegt fyrir Saga hérna þó þeir sé að fá hann að bómsæti hérna er að það er unni ránd. Wow! Þetta er kris. Stórt fyrir Blikk. Pandas droppa niður. Raflega hjálpar hana til. Hátti verður að hitta skotum hérna, bara verður að hitta skotum. Þeir eru báðir lágir og þetta ætti ekki að vera séns. Hátti ætti bara að halda vappa hérna. Hér er það. En hann er... Já. Vappin liggur í valnum, þeir voru með góðan séns en þeir áttu í rauninni ekkert jútil til að smóka kompu, koma sér nær. Sko, þetta er smá gallinn við það þegar þú spilar eins og Saga og reynir að spila á svona í rauninni bara sem í PUBG. Eins og þarna þegar glugginn kemur fyrir þá niður fjarkan, hann er ekki á bakinu á neinu, bomban er þetta er ekki hugmyndin í það er ekki sagt fyrir rándið, þetta er planið. Þetta gerist bara svona út frá því hvernig mappkontrólið þróast og komsinn þannig er ekki nógu sterk líklegast að kalla það inn þegar þeir þurfa að geta. Þeir kom inn, allt gott og blessa þeir ná að halda bómsveitum, en það er bara svo langt í allt að þetta verður einhvern veginn allt öðruvísi ránd. Já. Double vappa setu, Peter komin að vappa. Já. Pandas kom með, var komið 2K þarna í rauðasteganum. Já, og hérna eru rándir hjá Þórsörunum að vera ansi svipuð og í Ancient að þeir eru fannir að vinna mörg í röð núna. Mörg í röð og margir á lífi. Já. Gott að það var ekki 3 ef ekki 4 sem lifuðu í senasta rándi. Það voru 3 mitt í senasta rándi og verðast vera 4 hérna, þannig að þeir eru að líka stakka peningin og hérna eru þeir að klára Sögu peningin. Saga er reyndar, sko, lúsbónusinn, en nú tapa það mikið að þeir eru ágættis lúsbónusinn samt ekki, þú veist, þeir eiga bara 150 núna og lúsbónusinn gefið mest 3 og 6, þannig að þeir eiga bara 3 og 7 kaupið svo kallega. Þetta er svo krisp og það verðist vera stemning inn í klefanum frá Þór. Og 7-1, ekki tactical timeout eða neitt þannig, það er bara tech-kaup. Einn digla á Mozart og önnur á Vissart. Hlutir eins og þeir eru alltaf. Algjörlega. Bara eins og það 5 inni hérna. Það hefur verið 2 inni hjá. Þessi grensa á Móli geggjaður. Panda sér upp í 5 með AK. Komin í hjálpina og ná einum hérna tilbaka. En rondið búið jafn fljótt og það byrjaði. Hérna er eitt við það að fara mitt í best of 5 á móti liði sem er mikill underdog á móti. Þessu mappi hérna, mér finnst Saga lúkka þannig, taka þetta pásu hérna. Já. Fram að þessu, núna senstu 3 rándin hafa verið svona, eiginlega eins og Saga séu svona að gefubönd eða skilur. Svona
já, dauðakippirnir, þú veist, eins og þetta random þeir eru farin yfir fjarkan, jú, vissulega, það er svona algjört inn í mómentinu, en það sem verður úr því er í svona exposar það svolítið. Hvað það næri ekki að enda betur, enda bara að Þórsararnir eru ógeðslega rólegir í rítinginu og þetta sýnir sko, þess að Þórsliði treyni mitt í CT er ekkert gríni mitt, það eru fjórir, fara hann úti, æðisinn, það eru fjórir alvöru gæjar þar að Brimir í kompunni, gjörsamlega, alltaf nálagt, Pandas og Raflið mitt líka, Tony Akki er að baklinni og svo er Peter inni og Peter er að spila svo vel inni. Hann er alltaf einhvern veginn að gera rétt fyrir liðið. Hann er bara aftarlegur, lifir, heldur réttur línum og lifir backupið. Þannig að það er alveg veslinn að finna einhverja glufur í vörn eða sókn. Þórs akkurat núna, Raflið komið núna með línu á kompuna. Viktor er búinn að sleppa þetta í gegn. Það reyndar ekki komið mapputról en finnur þetta eitt frag. Finnur 2 frögg. Raflið með 2 tilbaka hins vegar. Tony að akkera baklinni eins og þú talar um. Og þeir eru rauðastiganum. Viktor fallinn. ADHD fær núna MP9 og þetta er annar hnífurinn sem ADHD fær á sig. Jep. 9-1. Erfitt fyrir Sögu. En Þór að spila frábærlega. Það er ekki hægt að brjóta niður þessa vörn. Nei, þetta Þórslið er einfaldlega bara langbest á landinu og í gegnum þetta mót búnir raunni svona leggja grunninn að þessum leik. Við erum búin að tala þá bara mjög vel og bara af gefni ástæð, eða af bara mjög legit ástæð. Þeir eru bara búnir að vera góðir á öllum sviðum Counter-Strike. Já. Allavega hérna í þessari senu þá eru þeir bara virkilega, þú veist. Þeir á toppnum en þarna toppblast og þeir halda að halda tempónu háu, gera þetta óþægilegt fyrir Sögu og þeir koma engum vörnum við. Loksins kemur eitt frakkinn tilbaka en þá er Pandas rakleiðis til í að taka einhverja línu á móti Dóm inn í rauðastiganum. Dóm ákveður að hverfa í burtu. Viktor ætlar að koma með bombuna og fara inn. Raflið með vappalínu að ná defaultinu. Já, og Pandas lappar inn í rauð og klírar inn á. Þannig að ætla að gera sér huglyndum. Það gæti verið að gerast. Og Pandas byrjar að róta þetta inn. Rætt. Þetta 2 inn, nær Raflið línun á 5-una. Já. Hittir því skoti í hausinn. Jæja. Viktor, hann vil hverfa frá þessu eins fljótt og hægt er. Og ætlar að fara út úr rauðastigann. Það er Tony. Það er í rauninni engin staða á mappinu sem þú fær þægilegan fætt. Nei. Það er eins og við erum búin að reyna að tala með þetta Þórslið. Þetta er bara ógnvænlegt, ógnvænleg samsetning á leikmönnum. Og einmitt fitta svo vel í hlutverkin sem þeir eru að gera. Sko. Þeir náðu blöndunni með bara ótrúlega vel. Sko. Þetta var flick and a half. 10-1. Raflið og Blikk halda áfram í karriðinu. Og senasta rándið hér í fyrri hálfleik og það virðist vera að saga eins og þú segir, þeir eru bara í dauðakipunum. Já, þeir eru, þetta er náttúrulega búin að tapa 2 mappum. Já. Og fóst inn í leikinn, þú veist, ekkert endilega high hopes, þá er 3. mappi bara svona einmitt og það byrjar eins og þetta byrjaði, þá verður þetta bara erfitt. Þú veist. Raflið komið einn strax, Viktor er komin út á rauðarestina. Já, Viktor er búinn að fara mikið að út, en það er í rauninni ekki bara bakveða þannig sé, hann er bara þarna. Og situr núna einn bara á lestinni, Smókin er að feita, hann verður að vinna fight, en snýr sér við á ögurstundu, Mósland með einn tilbaka, Tony fraggar. En þar höfum við það 11-1 og það er fist bumps all around og gleði í herbúðum Þórsara núna. Rólegir samt sem áður, vita að þeir þurfa að sigra hér 2 ránd enn og þá eru þeir stórmeistarar ljósleiðaradeildarinnar. Algjörlega. Án þess að tapa mappi. Já. Senasta mapp sem þau töpuðu var á móti þér. Já, Pandas myndist á það í gaf mér sjátátið, en rugglaðist í rauninni að hann hélt að það hefði verið þessu móti. Já. En það var í rauninni fyrir einu móti síðan og fyrsti leikurinn þar, þannig að þeir eru búin að fara í gegnum núna 2 mót, þar sem að fyrsta mappi í fyrra mótinu töpuðu þeir, síðan þá hafa þeir ekki tapað. Vissart reynir að
Já, frakkast út í þessu, Dom í 5-unni. Já, Rafle finnur frakkið, 3 fröggum frá því að tryggja sér hérna fyrsta rándið. Þetta er ógnvænlegt. Já, þeir eru líka bara svo on it, sko. Þetta er bara... Já, það er enginn að feila og þegar maður segir það þá komið ansi mörg skotana frá Blikk en 12-1. 1 rándi frá því að tryggja sér sigurinn í stórmeistara Pandas P90. What an icon! Já, hann er með spónið. Spurningin er, hann hefur yfirleitt farið inn með þessa P90. Hlýtur að fara út. Hann hlýtur að fara út. Hann horfði á Edison í áttalóðslutum. Þeir allavega líka ætti að vita það að það er ekkert jút til að móti þeim. Nei. Og þar er einn spilari sem taka á móti þeim og einn smókrindar. Já, hann þarf að hitta ansi mörgum skotum og gera þetta gríðarlega dýrt fyrir þá. Hittir fyrsta, Viktor komir í hjálpina, Rafle með 1 tilbaka. En AK-arnir eru on it, hins vegar allir Sérðu, Pítur er að komið flankið. Já, Pítur er komið flankið í kompuna, nær þetta fyrsta. Mozart fallinn, Adi og Viktor, 1-2 eftir, kölluða bara Viktor. Hann er á olíulestinni og þar fellur hann, Blikk klárar þetta. Og þar með eru Þórsarar orðnir stórmeistarar. Og við ætlum að kíkja rakleiðis fram í salinn. Og viðtal við sigurvegarana. Jæja, góðan og blessan daginn. Þá erum við hérna inn í Þórsarbygginu. Pandas. Já. Hvað segirðu gott? Ég segi bara mjög fínt, sko. Hvernig líður þér? Þetta var svona nær því sem við ætlum að gera í mappi 2, sko. Okay. En bara geggja. Ertu tilbúin að gefa mökkuna? Ég er tilbúin að gefa mökkuna. Ég veit ekki hvað við gerum til að draga samt, sko. Nei. En ég er með giveaway tilbúið, sko. Ég geti bara rólað þarna fram á eftir, sko. Já, ef við ekki bara henda inn í eitt giveaway. Já, ef við bara saman að gera það saman, eða? Já. Ok, komdu með mér. Ég til það. Förum saman og gefum þessa mökku. Náum í hann aftur. Leiðum aðeins að knúsast hérna. Sorry. Allt í góðu. Skiljalegt að maður hefði knúsað liðið sitt, sko. Voru að vinna 3-0. Skemmtilegt moment, alvöru dæmi, sko. Til að ekki var sem við. Ó, já. Til að ekki fyrir við. Er þetta ekki fyrst í svona stórmestarauðið? Ó, já. Það er kannski pælinga að við fylgjumst bara aðeins með þessu hérna. Sýnist það nú ekkert að vera að koma, sko. Þetta er ekki flókið. 3-0 hjá Þór. 13-1, síðasta mappi. Hvað hljóp hann í burtu það? Hann hljóp í burtu, sko. Jæja, eltum hann. Og enn var líka. Myndavél. Jæja, þá fyrir við fram og gefum mökkuna hjá Pandas. Preppa fyrir úrslita eða fyrir velnafninga. Jæja, let's go. Tímið ætlar að geta mæta. Komdu. Þú kemur með mér upp og ég gefur frá mökkuna, let's go. Jæja. Ási, þú að gefa mökkuna. Talaði fyrir mig. Jæja, Halló. Það að gefa mökkuna frá Ása. Hver er kallur frá Ási? Hver ætlar að vinna mökkuna? Ekki vera svona rosalega spenntir. Ok. Er ekki allir í stuði? Ég er með 2 mæka. Ég er með 2 mæka! Er þið tilbúin? Það er mökkuna, fljúgandi mökkuna. Og það er... Árni Bærings! Öss! Það er eitthvað snillingur, sko.
Það væri gott að fá kannski Þórsliðið bara hérna upp á svið. Nei, það væri gott að fá liðið hérna upp, sko. Árný Bæring Þorsteinsdóttir hérna? Nei. Þið hafið ennþá tækifæri til að skrá ykkur í leikinn til að fá skjáina. Jájá, við bíðum bara, rosa gaman. Þarna mæta meistararnir. Þetta var ekki verið Ég skal græja þetta bara. Tommy. Það er bara að vera með þetta í höndinni alltaf. Þetta hérna. Tommy, ekki honorable mentions fyrir 3. Honorable mentions fyrir 3.4. Ef hún hnykkir mig á sviðinu. Herru, er 2 mækar eins og hérna Pandas eða? Svona? Já, það heyrist í báðu. Já. Útsendingunni og í svið. Já, auðvitað. Hvernig læt ég? Við ætlum að taka velunafninguna, Jói. Já, ef við ekki byrja á öðru sætinu samt eða? Byrja á öðru sætinu. Eftir mjög skrappi mót hjá Sögu með, mjög endurnýjan Vissart í aðalhlutverki, þá eru Saga í öðru sæti, þannig að við viljum... Já, allavega Vissart þarna, það er eini maður sem ég vil fá, sko. Þá eru þeir í öðru sæti akkurat núna og ég vil endilega kalla upp á sviðina til að taka móti bikurum frá Rísi. Vissart, komdu nú og takt á móti medalíuninni. Já. Taktu alla 5 bikarana bara. Nei, ég segi svona. Til að mikið. Og síðan að sjálfsögðu ADHD með allt swaggið til að gefa hérna líka. Einhverju fleiri söguleikmenn hérna? Það vantar allan að Dom. Það vantar að alla bara? Já. Það er ekki með að klára. Hvað er sögur? Já. Herru, þeir geta bara náðu í sína medalíur. Ég ætla samt að taka Þórsarana núna. Eru þau komnir? Mér líður eins og algjörum hálfvita með 2 mæka, sko. Nei, mjög flottur. Já, það? Mjög flott. Já, þetta er geggjað. En þá þurfum við að fá hans býtur. Ég var eftir bílunum. Þá Þórsarana upp. Já. Hvað getum við sagt meira Þórsarana annað en bara mest dominantlið? Við erum búin að tala allt og vel um Já, allt og vel um þá og þeir eru búin að vera ógeðslega góður á þessu sísoni. En Þór, sigurvegarar stórmeistaramótsins, velkonir, komið upp á sviðið, takið á móti verðlaunapeningunum. Takk vinnur. Til hamingju. Og 6. Já, Dabbi. Klappið nú fyrir stórmeistunum ykkar. Koma! Og Dabbi á einn verðlaunapening þetta líka inni. Já, Dabbi mættur bara. Það var þessi leginn fyrir þess. Hvað er? Þetta er svo bara skipt að voru svo eftir bara 5 mínútur eða eitthvað ekki? Þá ætlum við bara að kveðja allavega útsendinguna hingað til, ennþá Red Bull Awards showið eftir. Ef einhverjur á streaminu akkurat núna, endilega komið við niður í arena, hilsið upp á Þórsarana og ég sé nú bara flesta úr liðinum. En takk fyrir tímabilið, við sjáumst aftur eftir sumarið.